þætti, við erum vel hvíldir og nettir. Og já, við erum með nýja dagskrárlið í dag. Hellinga þeim, það er veisla framöndan. Eigum við að fara aðeins yfir þetta, hvað er að fara að gerast? Við ætlum í splunkunina dagskrárlið sem að heitir Til sölu og skipta. Já, akkurat, til sölu og skipta. Þar erum við að fýblast í fólki út í bæ. Ég er með nýjan dagskrárlið líka strákar sem heitir Spurningar dagsins. Já. Þar fáið þið 3 spurningar. Og þetta er svona ekkert ósvipað myndur fyrir cash en samt allt öðru í sig. Ok. Við kemum betur inn á eftir. Ok, þú ætlar bara að spyrja okkur eitthvað spurning og við þurfum bara að svara. Já, á eftir. En erum við ekki með myndur fyrir cash eða? Jú, myndur fyrir cash er Já, ok. Við mögum aldrei hætta með myndir fyrir cash. Nei, við erum með, bestu liðin ennþá. En svo er að koma nokkurir nýjir sterkirinn líka. Já. Við ætlum í sturglaða staðreyndir og þú varst nú bara að henda því með núna að þú væri með augljósar. Ég verð með brakandi ferskar augljósar. Það eru mjög augljósar í dag, mjög. En í síðasta þætti, fyrir sumarfrí, sagður að þetta væri síðustu augljósu. Já, en ég veit ekki, svo í fríinu þá datt mér nokkar góður í hug og ég minna það er bannað að dæma. Ég veit það er bannað að dæma. Íslensk lúður á sínu stað, ekki? Það verður á sínum dag. Er fólk að skýta það? Herru, málið er í fríinu. Ég held að væri allir í fríi. Ég held að væri enginn að skýta. Íslensk seleb skitu, það var svo mikil skita í þessu fríi. Það var erfitt að velja úr. Það var bara svoleiðis. Þannig að íslensk lúður er rosalegt í dag. Og segjar okkur það er. Ég bara, póstati mínu, þeir hrúðust upp. Ég var farin að fá allstaðar. Og segjar okkur það er. Akkur. Fólk elskar að hella í sig ef þetta er summertime. Já. Er það málið? Í júli elskar fólk að hella í sig. Það er ekki einn í ræktinni í júli. Ekki einn. Það er allir að hella í sig. Og það eru meiri líkur og skýtur á það fyrir þetta hellið. Maður drullar yfir dásinn þegar maður er undir áhrifum áfengis. Það er bara svoleiðis. Og það verður fest í dag, ég get lofað eitthvað því. Ok, svo erum við með annan nýjan dagskrárlið sem heitir Íslensk seleb semja texta. Já. Og ég útskýra hann líka betur eftir. Ég er með miklar væntingar fyrir þessum dagskrárlið, Þetta verður eitthvað, ég get lofað eitthvað því. En geturðu sagt okkur núna, bara smá tís fyrir hlustendur, hver var það sem samdi textan? Sem var sendur inn? Já. Logi Bergmann reið á vaði. Það var Logi Bergmann, engin annar. Luigi Bergman, one hell of a man. Hann er ákveðlega sexy. Hann, Logi? Já. Hann kemur alltaf með eitthvað svona. Hann er unnið sexiest meðin á Íslandi 10 ári röð, eitthvað. Ég var ekki búið þetta til. Já, hann líka verðum að gefa Loga það. Hann er ekkert að ófrika með aldrun. Nei. Hann er alveg með þetta. Hann er bara svo rauðvinn. Ég sá hann daginn í fréttunum, þá var hann búin að hendi þetta fallega gráa skegg. Já, flottast skegg sé ég séð. Ég hef aldrei treyst manni að vel í fréttum. Hann gríns. Ég var að horfa fréttunar. Hann hefði getað sagt hvað sem er, ég hefði trúið þið. Bara, ég var dáleitur á skegginu. Luigi. Það er einhvað sem maður ekki bara að skoða, að henda bara í skegg sjálfur og láta það grána, ekki gránar hárið á mér. Svo erum við með, sturla staðrendur líka á sínu stað. Erpur Eyvindarsson kemur inn í heimsókn. Þannig að þetta er bara veistla. Ég með spurt og svara. Spurt og svara líka? Ég spurt og svara. Og neglöftin spurningar, ekki bara heitneið. Það er líka döttin spurningar. Og ég er með 2. Glæsilegt. Það er klárt, sko. Það ekki, komið ekki fyrir það? Jó, við hljóttum að koma því fyrir. En það hefur margt breyst síðan að, ekkert margt, en svona stærstu fréttina síðan við vorum hérna síðast er að nú er Steindi Junior ekki eini pappinn í stúdíónu. Egill Einarsson er orðinn pappi líka. Það er bara hann. Já, býtu hvað er ég að segja fréttir það? Já, það er svolítið. Þú vissir af því. Hann vissi af því. Hann vissi af því. Og við óskuðum til hamingju hér í FM 95 blöð. Já, ég kærlega fyrir. Gengur þetta ekki vel? Jú, ég er að rúlla þessu. Það ekki? Ég veit alveg að nú er fullt af fólki úti sem er alveg forvitið hvernig þetta gengur. Já, ég er nefnilega, málið er, ég hafði miklar áhyggjur því, ég er bodybuilder, og ég myndi aldrei ekki fá að sofa neitt. Ég hafði miklar áhyggjur því, er ég að fara að sofa eitthvað? Ég er að sofa í eina sekúndu. Þú þarft svefn. En ég sef. Hún bara mumlar á nóttinni, drekkur fyrir að sofa. Ekkert vesen. Þannig ég ætla ekki að jinxa þetta getur mögulega orðið erfiðara einhvern tímann en þetta er búið að ganga í sögu. En á þessum nokkru vikum sem vorum í sumarfríi Steindi hefur eitthvað breyst hjá, hún er komið nafn. Hún er komið nafn, já. Dóttir þín. Já. Hún heitir Ronja Nótt. Já, það er bara sama og hjá Agli, þetta gengur bara eins og í sögu. Og það með þess að passa svolítið vel því að pappinar er ræningi. Ég veist þú myndi koma með þennan. En nú er komin pressa á blöð, það er bara svoleiðis. Nei, blöð má ekki dra því, hann er bara í brekkunni og beint í benni. Ég get ekki frástátt því að... Herðu, við verðum að tala um þessa frétt. Þetta kom aftan af fréttablaðinu. Þetta er alveg skjálfur. Öddi blöð rúlar beint úr brekkunni, beint til Benidorm. Já, fyrir utan það, þá var þetta þannig að
ég léti eiginlega engan vita að við erum að fara út og ef einhver spurði sem sagt við vorum við Steindi að skemmta ásand Frikadór og benda á Benidorm og ef einhver spurði mig hvert þetta fara þá sagði ég alltaf bara, ég er að fara til Spánar hvert er Spánar? Svona sunnalega? Já, ég sagði bara rétt hjá Valencia og þar Þetta eru kallað svona svalir Evrópu Þannig ég sagði aldrei Benidorm Ég skil ekki þess að fordóma sem Benidorm er að fá Ég næði því ekki, af hverju? Svo vorum við ekki búin að setja neina myndirinn á Instagram eða neitt Sleftu því alveg Við Steindórum alveg saman og það Við erum ekkert hendur með einhverjum myndum á okkur hérna á Benidorm Og leið og fórum að tala saman erum við að fara að komast upp með þetta? Búm, þá kemur inn á Vísi eitthvað, flogið í mentaskólapartí Ég er bara svona, byrja bara svona svitna göldum bara, ok, shit hit the fan En sko, ég líka svara spurningunni af hverju við erum að drullið við Benidorm Það er bara svoleiðis En Beni ásamt ekkert að vera með svona slæmt orð á sig Fyrir utan breskakverðu, þá er til dæmis hvítfalleg strönd, ódýr bjór Ég fór þarna því ég var 16-17 ára gamall Þetta er nákvæmlega eins Það er sama fólkið með sama tattúið og upphandlingum Þetta er nákvæmlega sama, að bara orðið aðeins eldra En er það ekki bara good shit? Stikki, viki, ennþá á lífi Þetta er allt saman hana Sem að þú varst of æstur í að fara að sjá, fannst mér Átt ekki svona, það er eina sem talaður Stránglega bannað Ég segi bara, þið eru að lifa lífinu félag farið beint úr brekkunni beint upp í því til Benidorm því líka veistu beint úr brekkunni það var bara eins og ég hefði sko ekki látið ég hef bara farið í Herjólf byrja að tengja bara sunnudeginum beint til Keflavíkur til Benidorm bara 10 daga bendir you had a hell of a time við ætlum bara að láta það vita strax að við dæmum það ekki ég veit að enda þú síðasti maður til að geta dæmt og ég veit að þú talaði við blaðamannin og kemur ekkert óvart að þú blöytasti maður í þessu stúdíói hafi búið til þessa grein alls ekki ok, hringdi þessi blaðamaður ekki þig að spurja út í þáttiðin áður við fórum út svaraði já eða nei það er þétt dagskrá, við þurfum að halda áfram annars náum við ekki koma við verðum með veistlu í allan dag kæru hlustendur, hrikalega gaman að vera mættir aftur og já, það er eitt lag sem að ég fílaði tætlu sinni fórum í sumarfrí Söngkonan Sia sem að, já ég rótti einmitt með David Guetta var í She-Wolf-lægin og fleiri lögum þetta er Chandelier og ég veit ekki með ykkur strákan, þetta lag finnst mér alveg geggja kemur alveg fína engir já, þetta kemur hann ekki já, og en þeir að hlusta hér á FM 95 blöð kæru hlustendur og það er komið að þetta er endar eitt liður sem ég var að spá í hvort ég ætti að hætta með og það er erlend slúður mér finnst alltaf gaman að fá að heyra bara svona smá tís bara eitthvað svona létt slúður já, ég er svo sem með ágætis pakka og já, það sem ég ætla að byrja á er að Demi Lovato, þið veitir hver það er sem var í American Idol og hefur gefið út fullt af lögum það ekki hann ekki hún er hætt að vera vinkona Selena Gomez þær voru góða vinkonur og Selena Gomez er náttúrulega fyrirvandans Bieber þær voru mjög góða vinkonur en talast ekki við lengur og eina ástæðan fyrir mig langaði að segja frá þessu slúri að því ég veit að það er öllum drullu sama en hefur þetta gerst á Íslandi af því að þetta hefur gerst nokkur sem í Bandaríkjunum eins og Paris Hilton og Kim Kardashian hættar að vera vinkonur hafa einhverju svona já, alveg 100% eins og maður heyri ekki Arna Grant og Ívar Guðmunds talast ekki lengur við Birgitta Haugdal og Ragnhildur Steinun hættar að tala saman Arnar elskar Ívar þetta er mjög góð spurning þetta er góð spurning það er eitthvað svona celebrity beef Unnur Eggerts og Salka Sól talast ekki saman þetta tala um eitthvað svoleiðis já, bara alveg eins og ég var að segja já, en gott að skilja komin í nöfnin í þetta já, við getum alltaf búið til eitthvað svoleiðis já, þú ert þú best ég get alveg búið til smá bíf ok, hvað væri líklegast ef þið farið við það? Væri það ekki eitthvað svona nei, ég veit ekki en var ekki eitthvað Buttercup drama jú, reyndar Írisi Bötter og það var náttúrulega vanur í Buttercup hætt að tala við trommaran sem var í líka rocksveitinni góðu punktur í þetta er alltaf með Buttercup that's what I love about you þetta er bara Buttercup nextlið það er svona eina sem við komum fyrir á Íslandi Buttercup nextlið það er svona okkar celebrity beef svo er ég með meira slúður þetta er reyndar mjög steikt slúður en þið þekkið rapparan T.I. þá var verið að kæra hann núna fyrir að stela sviði og það er bara heilu sviði hann fekk að lána nákvæða bara að taka það og halda áfram að ferðast með hann og já, nú er búið að kæra hann það er bannað að stela sviði, þannig bara hann já, en þú veist að stela sviði það er eitt að stela sviðakjama í BSI sko, en hann tók bara heilt svið með sér sko og þetta er ekkit gott slúður þetta er lélegt, en hann var samt að því og svo í restina þá er elskar Kim Kardashian nei, Kanye West Kim Kardashian? já, heyrðu, það er ágætt ánægð með þig Kanye West sem er a piece of shit sem er a piece of shit ég veit ekki bara hann elskar að degra við
Kim Kardashian Er það slúðrið? Hvað meina þetta slúðrið? Jesús Kristus Hann elskar að dekra við hann Ég veit að ég er að koma úr sumafrí Þetta er eitthvað slakasta slúður sem ég hef heyrt Hefðu drepið að henda bara í eitt hérna Macaulay Culkin Macaulay Culkin Hvað er að frétta á honum? Wesley Snipes, eitthvað Wesley Snipes, hann er ekki Expendables, ég geti sagt þið það núna Já, heyrðu, Wesley Snipes, ok, ég er að fara á þessa mynd Ég er sko að henda mér á hann í kvöld Ég er búinn að fara á hana, ég er ekki að ljúga ykkur Besta mynd sem gerð hefur verið Þú myndi segja þetta þó þetta er náttúrulega allt menn sem þú dyrkar Sko, þetta er Ég segi, þetta er stórkostleg kvikmynda upplifun Hvernig er Wesley Snipes? Mér er alveg saman Wesley Snipes er með eitthvað svakalasta comeback sem ég hef séð Það er svona ekki elstum ár frá að það var í Pacific 57 Ennþá með sömu taktana þannig að berja mennum sem við Blade Svakalug Sömu greiðslun og í Demolition Man Já, hann er með, sko hann klippir sig í myndinni Ok, það reyndar er eitthvað Þið er sko, ég ætla ekki bara að eðilegja þetta fyrir ykkur Þið eru bara í veislu félagandi Glæsilegt, þetta var slúðubakkinn og já, kæru hlustundur, ég beðist afsökunar en ég lof ykkur að við erum með betri liði hér framundan 3 nýr dagskrárliðir en hér strax eftir auglýsingar fyrir við gamlan og góðan sem heitir Myndur fyrir cash, ekki voð ykkur að missa hann Heiðar Austmann á FM 957 virka daga 10 til 1 Kjötaðu þið í gang með alvöru steikasamlöku á Chuck Norris grill, Laugavegi 30. Er ekki lífið dásamlegt? Góð tilfinning að standa undir mánaðarlegri greiðslubyrði? En óvænt útgjöldin, þau detta nú inn á bestu bæjum. Þá er alltaf hægt að bjarga sér tímabundið. Smálán, ekkert stórmál. Welcome to the Vortex, the ultimate dance competition. Samfum kynir. Putting a crew together or what? Hell yeah. Step up, all in. Y'all come to see some real dancing? Frábær tónlist og stórkostleg dansatriði. Mögnuð mynd sem engin áhugamaður dans ætti að láta framhjá sig fara. What's the plan? We'll bring the house. Step up, all in. Komin í bíó. FM 957 kynir Malibu Beach Party á Hressó á laugardaginn. Rythmasveit frá Bangura Band ásamt DJ Fucking Handsome halda uppi suðrænni stemningu. Auk þess sem Salsa Event kemur og tekur nokkur lög. Sumardrykkir og grillaður grís í boði milli 8 og 9. Sjáumst á Hressó á laugardaginn í sumarstemningu. FM 957, Hressó og Malibu Beach Party. Sumar tilboð Aktu Taktu. Osborgari og kók á 699 krónur. Aktu Taktu, beint í bílinn. Aktu Taktu, yeah. Lán eða ekki lán. SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Samfum kynir. Into the Storm. Billy, get in! Þessi magnaða mynd verður forsýnd helgina 16. og 17. ágúst. Frábær spennumynd með mögnuðum tæknibrellum. Kynntu þér máli á sambio.is. Into the Storm. Frumsýnd 20. ágúst. Upphitunin fyrir Justin Timberlake fer fram á skemmtistaðnum Park helgina. Ískaldur túborg á 400 krónur alla nóttina og happdrættismiði fylgir hverjum keyptum túborg. Við drögum út heppna aðila sem næla sér í miða á stórtónleika Justin Timberlake. DJ Pétur Valmundar og DJ Fríkor sjáum músíkina fram á rauða nótt. Park og Justin Timberlake alla helgina. Að bíða eftir því að Katla gjósi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Ertu að leið í ferðalag? Þá þurfa allar tryggingar að vera í lagi. Það er opið allan sólarhringinn á tm.is. Tryggðu þig á netinu, gegnum síman eða tölvuna á fljótlegan og einfaldan hátt. TM. Aktu Taktu. Sumartilboð. Osborgari og kók á aðeins 699 krónur. Já, ég sagði 699 krónur. Aktu Taktu, yeah. Yngvi Eysteins á FM 957. Salat er ekki bara salat. Á Fresco færðu fersk og bragðmikil salat. Fresco, Suðurlandsbraut 4. FM 957. Það heitir þetta leiðin mitt á með að Eitthvað segir mér að Heiðar Austmann látið þið heyra það núna sko. Það var það búið. Hvað var þetta? Þetta er eitthvað, sko, ég held að ég spurði Egil hérna, það er að byrja hérna lagið með Avicii, þá sagði Egil, það er öllu góð með Avicii. Já.
En já, ekki það, þetta var flott lag. Einhvern veginn segir mér að Heiðar Austmann takja á fundu eftirbúðandi. Það var bara klárast, en þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957, kæru hlustendur. Og það kom að mínum, einum af mínum uppáhalds dagskrárliðum of all time, myndur fyrir cash. Já, þetta liður sem að má nú hérna hjá okkur fyrir sumafrí. Þessi ekki nýr. Nei, það sem ég ákvaði að gera í fríinu, ég ætla að mæta tilbaka og ég ætla ekki að vera ódýr. Já, ángríns, ég ætla bara ekki að vera ódýr. En núna ertu náttúrulega sko nú þarf ég peningi. Komið sko, þetta 3 manna fjölskylda og pulla. Já, ég veit það. Já, þú varst að BN í viku í kurugli. Þú þarf cash sko. Anskotin alveg, já. Hversu mikið saknaði pulla en þú komst heim? Mjög mikið. Vagga hún sér alveg að fullu og... Já, aðeins. Hún ekki með, sko, hún alltaf ekki með skott. Hún bara svo svín, hún ekki með, hún bara með svona dindil. Hann fór á 1.000.000 alveg. Líka sko, hún eins og svín. Já, svona. Það ekki? Já, svona í læginu og svona. Já. En hættum að ræða pullu og förum í dagskrárliðinn myndir fyrir cash. Þið tilbúinir, drengir? Klárir. Egil, þú nú alltaf verið aðeins dýrar í þessu heldur en Steindi. Ég ætla bara að go with my gut, þessu ég hef verið gert hingað til. Það bara mjög vel gert þér, halda áfram að go with your gut. Fyrsta spurning. Væri í lagi, sem sagt, ef ykkur eruð boðið 50 milljónir, en kærastakar myndu snóð ykkur, myndu samþykja. 50 milljónir? Já, þau eru að snóða þær í 2 ár. Þau eru að snóða þær í 2 ár? Já. Það ekki? Strax. Egil. Þetta reyndar að töffi. Ertu eitthvað geðveikur? Ég vissi að það myndi ekki... Þau eru að snóða þær í 2 ár? Maður sem þykist að taka alltaf sjensa með klippingarna sínar. Ég myndi snóða mig í 10 ár. En veistu hvað sökkar að geta ekki, gott að fara út á lífið eða álsóttið eitthvað, geta ekki dýft puttanum í glænýja svona föttsdollu, mjakað í svona í gegnum hárið á þér. Er þetta einhvað vanheitlega? Myndur þú já eða nei? Og ég bara... Það er bara sjálega, það er eins og að fá einhver út og ég að setja gel í þig. Þú myndir alltaf að segja já eða ekki? 50 kúlur. Já. Fyrir 2 ár. Ég verð að segja já við þessu. Það sjálfsögðu. Hvernig gæti þetta fyrir svona erfitt? Ég er ekki að ná því. Ég næði því ekki sko. 50 milljónir? Já. Ég er ekki með hár í 2 ár, Steindi. Það eru sumir sem þurfa að lifa það bara alla tíð sko. Ógeðslega fíflið. Hérna, þá er það næsta. Mætti ég, já, þessi er góð. Mætti ég skoða sím ykkar alltaf þegar ég hitt ykkur ef þið fengið 100 skall á mánuði fyrir það. Þannig alltaf bara þegar ég hitti núna, ég myndi kannski ekkert alltaf vilja gera það, en ég hefði leifið, þú færð 100 skall á mánuði og í staðinn alltaf þegar ég hitti, þá má ég taka símaðinn og ég má skoða SMS-in. Staðfest, sign me up. Staðfest? Þú líka? Ekkert sem þú mátt ekki sjóða mínu síma blóðandi. Sign me up, 100 skall á mánuði, klár. Sammála, ekkert að fela. Ok, en líður ykkur ekki illa þegar einhver annar er að djöflast í símanum ykkar? Og líka ef ég fæ alltaf fyrir síman ykkar, þá get ég henda ykkur inn sjálfur. Já, við þurftum alltaf að treysta fyrir því. Já, fólk er að taka, fólk er ekkert að taka síman öðrum og fikta eitthvað í hann með það. Nei, kannski ekki. Ég held að þetta væri góð spurning. Já, ég meina, svo vorum bara ódýr. Ég veit að þú myndir líka að sjá, þú verður ekkert að segja fólki að svona segja hérna inni, skilju. Nei, einhver rifrildi og eitthvað svona. Já, þú myndir bara hafa það fyrir þig, þannig að ég treysti þér alveg fyrir. Sammála, þetta er alltaf já. Ok, þá er það síðasta spurningin í myndunni fyrir cash. Fyrir 500 milljónir mætti fólk hlusta á upptökur af kynlífi ykkar og konu ykkar næstu 3 árin. Ok, sko... Þannig að það gæti bara, já. Það er alltaf engin mynd sem fylgir þessu, þetta er bara hljóð. Hlusta, já. Þannig að það gæti farið bara inn á einhverja rás og hlustað. Það er eitthvað róðægilegt samt. Já, frekar, finnst þér? Það er eitthvað rugglaður eða? Það er þetta bara eins og að vera klipin, það er frekar óþægilegt. Sko, ég svona, já... 500 kúlur er shitload of cash nefnilega. 500 milljónir? Já. Þetta er mikið peningur. Það geta allir logað sig inn, þetta er bara eitthvað síð á netinu. Já, það er bara að geta að hlusta, þannig að síðastur að gera það, þá getur, þetta þarf ekki alltaf að vera live. Þannig ég get farið inn og bara, herri, já, ekki það ef það er eitthvað kikkja fólki. 50-60 kúlur, bara solid nei hann að við, sko. 500 lagt inn á reikningi bara í kvöld, fyrir klukkan 9. Nei, farið eftir helgi. Fyrir klukkan 9, sko... Er þetta ekki, ég var að hugsa þetta, ég er náttúrulega á ekki kærist eins og þig, en ég held að, ég gæti ekki neita þessu, þetta er 500 milljarður. Nei, en svo náttúrulega sko, myndir maður það bara að fara svolítið að passa sig svolítið svona, hvað maður er að... Að þú ert ekkert að passa það í dag. Nei, sko... Þú lætur allt flakka. En þú veist hvað ég veit svona... Það þyrtir aðeins að passa það. Þetta vinna svolítið með dirty talk. Nei, ég meinti svona...
Myndi bara aðeins til að fara að passa sig. Nei, ég er svona, nei, anskotin maður. Þá veitir það kæra hlustendur. Ég er alltaf að skýta á mig. Steindi lætur allt flakka. Nei, maður hendur alveg einu og eina stunu og svona, ekki? Alltaf ég vona. Þú ert ekki svo vélmenn í rúminu. Nei. Verðum við ekki bara... Verðum við ekki að segja bara já þess? Hætt að horfa svona á mig? Hvað heldur ég sé að segja? Bara hrækt á baki á mér og kallaði mig Kristínu? Þetta er ekki tannig. En núna verð ég að viðkynna ég verð til að borga inn á síðuna til að fá að hlusta. Ég ætla að segja já við þessu, alltaf. Þetta er það mikil peningublöð, við verðum að segja já við þessu. En fyrst við spurðum Steinda, var ég nú að spila þig líka eitt. Ertu Dirty Talk? Er eitthvað það mikið sem fólk myndi fá að heyra það? Er það ekki bara svona eftir stemningunni? Það er ekki eitthvað? Þetta er ekki hægt Þetta er ekki hægt Spáðum að styrka. Þetta er mjög óþægilegt umræðan og það er mjög fínt að geta að fara í lag. Þetta var svolítið óþægilegt. Ég myndi finna ef ég ætti að velja, segjum að væri 2 rásir og ég mætti bara velja aðra. Þú væri bara á minni. Þú væri bara á minni. Af hverju? Ég væri á þinni. Af hverju? Af því að það væri bara einhvern veginn finnara. Hitt væri bara svona eitthvað meira creepy held ég. En ég væri með þína, þá var ég til að heyra og veist bara þú hendi yfir Sigrún að segja, byggði hann að segja að þegja eða eitthvað svona. Eða hvað sem þú ert að vinna með. Segðu mér að þegja. Já, segðu mér að þegja. Segðu mér að grjóthalda kjafti. Grjóthalda kjafti. Hærra. Segðu mér að þegja. Þetta var myndunum fyrir Cash þennan föstudaginn. Þetta er meistari að taka mömmu sín aftur í sátt með þetta lag allavega og hérna var Nate Russ eða Raus eða hvað sem er með hann. Hann og ágætt að sig gott á myndi þeirra, eða ekki? Jú, ég er samt sko, ég er alltaf í tím M&M. Ég finnst það Nate sá allra svalasti og hefur einhvern veginn aldrei klappaði álítið. Slim seri. Já, hann er alveg með þetta. Höldum honum. En við ætlum að fara núna í 9. dagskrálið sem er að byrja hér eftir sumafrí og hann heitir Til sölu og skipta. Og ef við ekki að byrja mínum, við tókum þetta fyrir í dag. Akkurat. Og minn var svona róler en þinn. Þinn er rosalegur. Já, ég segi það nú ekki. Þinn var nú... Já, ég er mjög ánægð með þinn. Þannig skulum byrja á mínum. Okay. Og við fundum sem sagt síðun á netinu við Steindi. Akkurat. Það sem fólk er að reyna að selja hluti og skipta á hlutum. Ég reyndar var ekki mikið að vinna með skiptin. Nei. En þú varst meir í því og heyrið það hér á eftir. En ég hringdi samt í konu sem var að selja svona ól og eitthvað beisli og ég ætlaði svona að reyna að gera það eins og ég ætlaði að nota það eitthvað annað heldur en á hund. Svona eitthvað aðeins meira kiki. Tjekka á þessum. Spila þetta. Já, hér kemur það til sölu og skipta. Halló. Já, er það Ester? Já. Komdu sæl, Bjarni heiti ég og er að hringja hérna út af til sölu eða gefins. Ég sé út þetta með öryggisbelti og Easy Walk beisli til sölu. Já, það er rétt, það passar. Já, bæði ónota? Já. Ok, og hvað, hann að þið hjónin hafi ekkert verið að nota þetta? Nei, við búum svona í hálfgerði sveit og hundrun okkar er bara rosalega lítið í bandi og svo... Já, er þetta fyrir hunda? Bílveikur, já. Nú, ok, ég held að þetta væri, já, ok. Og hvað kostar? Ég ætlaði að láta 5 áskall á Easy Walk, en ég var ekki alveg búin að ákvæða með hitt. Já, en eins og öryggisbeltið, er bara þetta notið á hunda? Já. Það er ekki þetta notið í neitt annað? Nei, þetta er bara fyrir hunda. Já, það er ekki þetta notið þetta á fólk? Nei. Hefur þú prófað það? Nei, ekki prófað það. Nei, en þú ert alveg viss um það, ég get ekki notað þetta í, þú veist? Alveg viss. No. Ok. Herðu, þá er ég held að við konan erum aðeins að reyna lappa upp á hjá okkur. Já. Og ég held að þetta væri eitthvað fyrir svoleið, sko. Þetta er bara fyrir hunda. En þú ert ekki að selja neitt svoleiðis? Nei. Er eitthvað sem þú mælir með þar, eða? Hæ? Er eitthvað sem þú mælir með þar? Nei. Eitthvað frekar en annað? Það er ok. Þú mást bara að köpa róli eða eitthvað? Þú myndir ekkert mæla með því. Kemst þetta hálsinn eða? Ég er nefnilega alveg til ég eitthvað svona að láta kirkja sig kæta þér. Já. En nei, þannig að það kemst ekki ég vil ekki vera að kaupa ef við getum ekki notað, sko. En ég get nú náttúrulega alltaf festana með þessu, ekki? Það er þetta að binda með þessu, ekki? Nei, það held ég ekki. Herðu, ok. Það er svona egg og eitthvað kæft að vel. Hæ?
Nei, ekki ég á ekki verið að ræða þetta þig. Ég finn út úr þessu afsakaðu, nei. Ok, takk, bæm. Já, þetta var til sölu að skipta. Þú var svo ekki að nenna þér. Heyrðu það? Já, en líka ég bara nefndi ekki að fara dætt í meiri perra þarna eitthvað með egg og eitthvað svona. Ég hef alltaf gaman að þú dættir í svona perra maður. En eina, þetta er náttúrulega heitir til sölu að skipta hjá okkur. Það kemur meiri inn hjá þér og eftir. Já. Því að þú ert að reyna það var ræðislegt. Þú ert að reyna að skipta á hlutum fyrir. Já, reyna að býta. Já, reyna að býta. Þannig að ekki missa því hér eftir smá stund og svo líka spurt og svara hér rétt handa við hornið, en fyrst ætlum við í auglýsingar. Þínar bækur eiga heima á stærsta skiptibókamarkaðnum. Komdu með þær. A4. Frítt beikon á hamborgarafabrikunni alla helgina. Fabrikan fagnar henni árlegu beikonhátíð og býður viðskiptavinu sínum frítt beikon á alla borgara alla helgina. Ef það er beikon á borgaranum fyrir, þá færðu það tvöfalt. Hamborgarafabrikan. Epli, Laugavík og Smáralind. Epli.is. Veislan er hafin. Allir leikir í enska í beinni á risaskján. English Pub Reykjavík, English Pub Hafnarfirði. Þú færð holla rétti, eldað á staðnum frá Ginger í 1011, Lámúla og Austurstræti. 1011, fljótlegt og þægilegt. Fitness Sport og Dominos kynna The Expendables 3. Hópurinn er mættur aftur í einni kröftugustu mynd sumarsins, sem hraðinn er stórleikurinn. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Mel Gibson, Harrison Ford, Wesley Snipes og Dolph Lundgren. The Expendables 3. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Hraðari og nákvæmari myndavél með Laser Autofocus LGG3. Eitt mesta úrval landsins af fartölum fyrir skólan fæst í tölvulistanum. Þú getur valið úr 80 gerðum af fartölum frá Toshiba, Asus, Apple og Acers á lægra verði hjá okkur. Tölvulistinn. Alvöru hjólaútsala í GAP faxafinni. Ekki missa af henni. GAP.is. Upphitunin fyrir Justin Timberlake fer fram á skemmtistanum Park helgina. Ískaldur túborg á 400 krónur alla nóttina og happdrættismiði fylgir hverjum keyptum túborg. Við drögum út heppna aðila sem næla sér í miða á stórtónleika Justin Timberlake. DJ Pétur Valmundar og DJ Fríkor sjáum músikina fram á rauða nótt. Park og Justin Timberlake alla helgina. Yngvi Eysteins á FM 957. Salat er ekki bara salat. Á Fresco færðu fersk og bragðmikil salat. Fresco, Suðurlandsbraut 4. FM 957. Vinnir þeirra hlust á FM 957 hér á FM, heyrðist ekki lífið? Jú. Er þetta áttur út? Nei, heyrðist bara mjög vel þér. Já, með vitlaus headphone á mig, hvaða rugl er þetta maður? Þeirra hlust á FM 957 hér á FM 957, það er Steindi Jón, Öddi Bleu og Egill Gils með ykkur á þessum, glæsilega föstudegi, við erum mættir aftur í stúdíu. Hann er votur þessi föstudagur en það er ekkert að honum. Og vitið hvað, ég er eiginlega alveg búin að sætta mig við að beturinn sé að koma. Eins og ég segi Game of Thrones, winter is coming. Já, algjörlega. Af því að enski boltinn byrjar á morgun til dæmis. Akkurat. Og við erum konin eftir loftið og veistla enski boltinn sem byrjar aftur. Já. Þannig að það er ekkert að því að sé að koma vetur, kæru hlustendur. Við fögnum vetri bara. Nákvæmlega, mínir menni í Newcastle mæta á morgun sennilega, til leiks. Já, ég veit ekki hvort þeir séu á morgun, en þeir er allavega, ég held að séu á sunnudag. En þeir eru í deildinni? Já, þeir eru í deildinni. Ég fagna því. Já, hárrétt þér. En það er komið að lið sem er, fastur á þessum tíma og heitir Sturlaðar staðreyndir. Yes. Svo heyrðist mér á Steinda, hann ætlaði að vera með augljósar eftir. Já. Það er svo annað mál. Eru þið tilbúinir? Já, við erum klárir. Og vonandi þið líka, kæru hlustendur. Á, byrjum við. Flugvélar eru með flautur eins og bílar. Já. Þetta vissi ég ekki. Nei, byrju, hvernig virka það? Eru þeir eitthvað að bipa hann upp í loftunum? Nei, ég held að þetta sé meira þegar hann er á jörðu. Já. Ekki, þú veist, ef það er eitthvað fyrir þetta. Nei, ég sé ekki fyrir með flugvél bara á 800 km hraða að flauta á aðra flugvél og hann bara færi sig. Nei, ég er ekki. Það fyrir góðleglegt, sko. Já, þannig að þetta lítur að vera þarna bara niður á jörðu, eða ekki? Jú, það getur ekki hann að vera, en ég hef aldrei heyrt flugvélflauta, aldrei. Nei, ekki heldur. Ég ætla ekki eins og að trúa þessu. En hefur heyrt miðflauta? Nei, maður heyra. Læsilegt. Ég get gert þetta líka. Skemmtilegt. Það er komið að næstu. Elvis Presley samti ekkert á lögunum sínum.
Hann var allt samið ofan í hann. Ég held hann hefði nú kannski samið 1 og 1 en hann samt ekki það. Það þannig líka í dagblöðið The Music Industry Það semur engin lögin sín Þetta allt einhverjum svíjar sem dælu út slögurum Já, ég veit að það oftast þannig en ég held eins og Það var í Hanna sem bara búin að búið hótelherbyggi með bláða penna hörðum, já, þetta nýji slagari minn Já, ég held að sem eitthvað af þessu, sko Þið eru með hestakúk í hausnum á okkur Það er þessu eru með En byrju, semur þú til dæmis ekki lögin þín sjálfur þá? Þið eru að stíga into the real world DJ Muscleboy, semur þú ekki lögin þín sjálfur? Ég er bara svo allir aðri tónlistamenn Ég legg inn hjálparhönd Ég kemur svona punkta Talandi DJ Muscleboy, það ball á morgun í Keflavík þú players Keflavík og nætur Það verður eitthvað Já, ok, alltaf að Presley samt ekkert að lögum sin Svo það hér, kvikmyndin Project X Sáðu það hana á sín tíma? Ég sá hana, já Héldu eitthvað rosalegt partí á Auglustad Það voru vist nokkri drengir í Hollandi sem að, ákvaða að halda svipa partí fengu hugmyndina eftir að séð myndina Project X og héldu partí hjá foreldrum eins drengsins húsið var lagt í rúst og voru skemmtir upp á 13 milljónir íslenska króna Hvorki meira en að minna Það var alveg partí Já, þannig að sko, einhver tíman þegar þið voru yngri og foreldrarnir fóru eitthvað í bústaði til útland og svona hafið þið haldið svona partí? Já Þú hefur gert það, ég hef aldrei gert það Ég held partí einu sinni og það var ekki tilnætt áfengi nema svo fann ég einhverja svona 3 rauðvínsflöskur inn í herbyggi hjá foreldrum mínum Já, inn í herbyggi? Já, herru, þær voru drukna, það voru allir veikir það var eitthvað sem að pappi var búin að vera að brugga sjálfur algjör viðbjóðs þannig að þetta var ekki partí sem að Og þú fyllti það bara vatni og enginn tók eftir neinu? Nei, ég bara sagði frá þegar að komið heim allir að það voru veikir að Var þetta gróknum eða? Pappi voru ekki bruggað síðan Hverju voru í þessu partí? Sverri var það, Dosterinn og fleiri Það er ekki húki með henni eða? Jó, Hugi var þarna feskur Allir hestur Allir feskir Svo er það næsta Þegar að ég ætla að spyrja ykkur út á Project X einhver mynd sem að þið hafið hort á og hermt eftir eins og úlingur eða krakki eða Alveg bara 100% en sko, maður mannsætti ekki eftir einu sérstöku en ég var að apa alltaf eftir einhverju Þannig að það kannast allir við þess að tilfæðingu en þú veist, þú ert ekki að fara að taka rústupartí eins og í Project X Nei, það er full gróft Hollendingar eru ruglaðir Ég man þegar ég sá hérna myndin með, þetta er ekki Patrick Dempsey sem heit Can't Buy Me Love Hann var að vinna við það að slá garðinni á fólki og hann var alltaf að kynnast einhverjum sætum stelpum Ég ætla að taka það með eins og söðugröki að fara að slá Herru, ég gerði það Ég og félag minn fórum og slóum garð Var það á myndinu eða? Nei, við ætlum bara að græða penning Það var ekki út á sömu sorglu ástæðu Við vorum í heilan dag að slá eitt garð og svo var bara að fara og fengið sér pítsu En hvernig það virkar þetta blóð? Þegar núna á söðugröki búa 300 manns Nei, 2500 Og hvernig það, þú veist, þegar þú ætlar að byrja að slá okkar blett og kynnast einhverjum stelpum Þú þekkir alla stelpunar Ég veit, ég var bara nýbúin að sjá þessa mynd Hætta Svo er það næsta Ég held kannski myndi kynna Þetta er eiginlega bara blöð til sér ról Þú varst alltaf í buksum þú Ætlaður svo að hringi ykkur að skrifaði bréfi Það hef komið að næstu og hætta að spá í þessum Þegar að íkotni finnur það að vera að horfa á sig þá þykist það mér að borða Mér finnst þetta mjög gott Það bara fyrir hann einhver Þú segir það, ég hef alltaf bara séð íkot borða Hann finnur Stundum er hann að feika bara eins og þú þekkir rauglega það er stundum verið að feika og stundum ekki en þetta, ég er með svona svipað ef ég finna einhverja að stara á mig þá þykist ég oft bara, ekki að stara á mig en ef ég er að mæta einhverjum eða svona Ég hef tekið upp síman Já, ég líka, ég þykist að skoða síman Ég fer í það líka Það er mjög gott trikk að þú ert ekki í kotni Svo er það næsta, þessi er rosaleg Mick Jagger fór til sálfræðings vegna kynlífsfíknar en endaði með að sofa hjá sálfræðingnum Þetta er náttúrulega bara rosalegt Þetta er vist í ævisögu hans En spáði, þarna segir maður, þetta er rosalegt En ef þetta hefði verið öfugt Fattur þau, það hefði verið kona hjá Karli Býtu, var ekki einhvern tíma Hvað er gaurinn að gera? Nýta sér aðstöðu sinna og svona Vorum við ekki einhvern tíma í Sturlum og þá komum við inn á það að kynlífsfíkn væri bara á topp 5 hættulegustu Var fíknunum, eða ekki? Var ekki, þetta var hættuleg fík En það er, ljótt að segja Ég hugsa að sé ekkert grína að glíma kynlífsfíkn Nei, en skárra en að glíma við að vera slottsari eða hangi bögsi allan daginn Setja 1000 kalli bögsi og það er hrikalegt Tækir maður ekki frekar? Alltaf Nei, samt sko Ég meina hversu, þú veist, maður veit ekki hvernig svona kynlífsfíklar hugsa Hleypur inn á næsta baðherbyggi bara, ert alltaf í ykkur svona spennuflippi Því að ég heldur sem að skýta okkur með þetta Ég held nefnilega að ef þú ert kynlífsfíkill þá er það eiginlega lífið þitt alveg eins og spila kassar og annað sko. Ég heldur að það er aðeins og fljótur á okkur Sveimi þá Við tökum það bara tilbaka, það er alltaf veit Já, þetta er allt jafn vont Já, svo er þetta hérna, þetta er gott Fyrsta vinna Jack Nicholson var í Hollywood
var að svara aðdáendabréfum fyrir Tom og Jenna. Þetta er svolítið skemmtilega staðrind. Það var fyrsta sem Jack Nicholson gerði Vel gert. Í Hollywood. Ég fekk ekkert frá þér, Egill, var þetta bara... Nei, þetta var mjög góð. Það fannst það skemmtilegt. Ok. Orðið Friends kemur fram allavega einu sinni í hverjum Friends-þætti. Þetta vissi ég ekki og ég ætla að reyna að taka eftir þessu næstur í horfa Friends. Ég er alltaf að horfa á þetta á gullinu. Já. Þá ætla ég að tjekka, en orðið Friends kemur fram í hverjum einasta þætti. Ok. Það er 100%, Samkvæmt sturluðu staðreynd. Ég man ekki eftir einni setningu sem er sagt Friends úr Friends. Þetta er sturluðu staðreynd. Þetta er sturluðu staðreynd. Nei, ég kunni þetta fyrir utan. Svo er það hér næsta. Á Ítalíu er í lagi samkvæmt lögum að klípa í rassa á stelpum og konum og öfugt. Það er með að klípa á strákum. Ítalíu er næstan ruglaður. Það er bara í lagi samkvæmt lögum. Þú getur ekki kært fyrir kynferðislega áreitni greinlega. Bara úti í búð bara. Er þetta ekki full opið eitthvað? Jú, er það ekki? En þetta er bara alls það leyfilegt. Já, bara á Ítalíu. Ok. Ítalíu er fáránlega myndarlegir. Spurðu starfinn. Ekkert allir. Jú, hefur séð Ítalíu. Já, nokkra. Nefndu einn ljótan Ítala. Mascherano. Já, Mascherano. Nei, hann er frá Argentínu. Hvað heitir hann Materazzi, hann, hvað sem hann heitir. Skilur ekki máli. Hvað er að gerast þetta? Það eru tvær eftir og það eru báðar skemmtilegar. Ok. Það er til fólk sem er með óðnæmi fyrir snertingu. Óðnæmi fyrir... Já, það verður rosalega. Þú ert með snertifælli. Þú ert með snertifælli. Mæstu ekki það að gæinn í sporthúsinu var á limnum að vikta sig með þú veist hann var á limnum við hliðina þér? Það er óþægilegasta sem ég lendi á æðinu. Ég er ekki að grínast. Í fyrsta sinn er Egill ekki að búa til eitthvað. Þetta er það óþægilegasta sem ég lendi í. Hvað var að gerast? Ég stóð bara á stuðbuxum og ból að vikta. Við förum alltaf að viktum okkur. Þetta er ekki eins og það langt síðan. Kemur einn gæi, hann er ekki með handklæðan eitt, bara á félaganum, lappar alveg upp að mér og hann er eiginlega að snerta svona á félaganum, er að snerta lærið á mér og er að halla sér svona yfir öxlina á mér og tjekka. Snerta lærið? Hvað var hann með stóran lið með sem maður? Svo var hann bara að spurja svona, halla sér svona yfir mig, hvað er kallinn þungur? Og ég bara svona, ég panikkaði. Mér er aldrei leið að ég sá hvað blöð leið illa, mér var svo gaman að þessu, ég var svo vona ekki fara, please ekki fara, verðt áframanda. 80 kíló, ég er bara svona, herri, please. Þetta er big comedy. Svo er það síðasta sturlaða staðreynd dagsins og hún er hér og þessi fannst mér mjög áhugaverð því ég er mikill aðdáandi bæði Daniel Day-Lewis og Pulp Fiction. Daniel Day-Lewis var næstum búinn að leika Vincent Vega í Pulp Fiction og þetta er eitt af þeim fáum skiptum sem hann hefur sóst eftir hlutverki en fekk það ekki því að Travolta, eins og allir vita, lék Vincent Vega. 100% rétt kasta. Já, eins og Daniel Day-Lewis er rosalegu leikari. Það var held ég ekkert hægt að toppa John Travolta. Nei, hann var rosalegur. Þetta voru sturlaða staðreyndir þennan föstu daginn. Ég ætla að gefa þér það, þetta var virkilega fest í dag. Mjög fínar höfður. Góða svona eftir frí. Jack Nicholson með Tom og Jenna aðdándabrifin, mjög gott. Mér var stila skemmtilegast náttúrulega þetta með viktina og limin við rassin á þér, en þetta var allt mjög fest. Og Mick Jagger. Og Mick Jagger, já, mjög gott. Hér strax eftir Tiny Tempa, þá er það spurt og svarað hjá Gilsaron. Kemur sér því. It's okay, I'm good. Let's go! Svo erum við með 2 svið og það verður á efra sviðinu sem lítið svið fyrir framann ekkert kveldsker að vera blues. Já. Hvað er baconið, strákar? Já, það er... Já, við erum að tala um það. Þetta er götukarni. Já. Svo er comeback hjá gamallin hljómsveit sem heitir Brim. Ég er alltaf að koma að spila eftir surfhljómsveitin Brim. Já, svona Beach Boys feelingur. Baconið, strákar, hvað er baconið? Já, og taland baconið. Já, þarna verða gefin. Taktu fabrikuna með í ferðalagið. Þú fær hráefnið í Hagkaup. Ferkantaðir fabrikuborgarar, grísari fabrikunar. Ferkantaðir fabrikuborgarar, grísari fabrikunar og allar fabrikusósurnar. Enga meðalmennsku. Að grilla er lífstíl. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Fitness Sport og Dominos kynna The Expendables 3. Hópurinn er mættur aftur í einni kröftugustu mynd sumarsins sem hraðinn er stórleikurinn. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Mel Gibson, Harrison Ford, Wesley Snipes og Dolph Lundgren. The Expendables 3. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Lokal, Borgartúni 25, hollur og ferskur skyndibiti. Þú setur saman gómsætt salat að eigin vali. Við bjóðum einnig upp á súpur, samlokur og ferska djúsa. Kíktu við. Lokal, Borgartúni 25. Ekkert sjónvarp og engin nettenging í útilegunni. Jú, ef þú ert með iPad
Epli, Laugavegi og Smáralind. Epli.is. Mini-pítur, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. Vodafone Red komið í frelsi. Gagnamat með mínútum, ótakmörkuðum SMS-um og buffer. Þú þarft ekkert annað. Vodafone. Pingjan nýr og þægilegur greiðslumati. Snjallsíminn kemur nú í stað posans og þú einfaldlega greiðir með símanum. Allt pinginu á pingjan.is. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Alvöru bíó upplifun. Laugarásbíó, Pop og Kók. Hraðari og nákvæmari myndavél með Laser Autofocus LGG3. Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð, á FM 957 kæru hlustendur. Styttist í Erpur Eyvindarsson kíkir til okkar í stutta heimsókn. Svo erum við með nýja dagskrárlið eins og celeb-textan og til sölu og skipta. Akkurat, augljósar staðrendir og brakandi fest íslensk slúður hérna handa á hóti. Já, það nóg framundan en Egill Einarsson vill fá eiga orðið. Já, veist, ég bara með spurt og svarað. Það bara komið að gamla góðan. Ég ætla bara að lesa þessa spurningu og síðan þeirra svarendir, ekki flókið dagskrárlið, sko. Nei, ég veit alveg út á hvað það gengur. Það er ekki kjarnlinsfræði, sko. En byrjaði bara að push the button, byrjum að því. Trailerinn. Ég hafði fyrir því að gera hann traileröðun. Já, skilja að fá að heyra. Við ætlum að hætta að nota hann, eða? Var það ekki eitthvað pæling? Nei, það er ekki pæling. Nei, ok. Hérna spurt, það að spila hann allan? Já, allan, en það flókið það. Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurningu, inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað ég gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, muni döfun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Já. Mér langar bara eitt skít kaldan í að heiða trailerin. Þetta var trailerin á spurt og svara. Ég elskar hennar trailer, þetta var hreinskilin. Send me the question. I will solve it. Herru, hvað erum við að tala um? Ég er með 2 spurningar. Önnur svona í lengri kantin. Það er ekki alveg nokkuð þólumóður. Einu stutt. Þú veist að ég er í svo góðu skapi eftir sumarfríð að bara, nú mátt gera svo vilt þannig. Þannig þið eru alveg ferskir? Já, við erum góðir. Ok. Ég byrja þá bara. En ekki var spurninginni lönga því að vera að tala um hvað þú ert hérna. Nei, þetta meðal lítið það. Okay. Þetta er bara gæði alvöru vesinni. Ok. Og hér hefst lestur. Góðan daginn. Ég get ekki lýst í hversu glaður ég er að því félagar sem þið mættir aftur í útvarpið. Þið eru snillingar. Algjörir snillingar. Hann skrifa snillingar með S-C-H-N illingar. Snillingar. Skemmtilegt strákur. Skemmtilegt. En ég er í vandræðum og því leitaði ég að sjálfsögðu til the man who can handle every goddamn change Jesus throws at him. A man whose body is an inspiration to us all. A man who has thick, beautiful blonde hair and massive pecs to go with it. Allt byrjaði á ennsku. Er þetta á ennsku allt? Allt byrjaði á ennsku? Nei, hann byrjaði á góðan dag. Já. Og sagði síðan snillingar. Með þetta þykka ljósa hár. Og síðan segir hann, the man, stóri ekki höfðingin. Sem kemur bil. Ég er lagamæður í stóri húsgagnavöruverslun á höfuðborgarsvæðinu. Ég líka engu þegar ég segja að ég er hæfileikaríkasti lagarstarfsmaðurinn í búðinni. Líklega á öllu höfuðborgarsvæðinu. Þegar sölumenn komin á lager þá það þarf að taka niður sófa eða fataskáp sem er í efsta rekka, þá er kallaðu mig. Já. Ég er einn að fáum sem ráða við stóra nýja snúningsliftaran. Ég hef aldrei eyðilagt neitt, ekki einn fataskáp. Það má segja að ég sé skíturinn í þessari verslun. Og eðlilega er ég eftirsóttasti kallmaðurinn í búðinni. Þegar það eru bjórkvöld og árshátíðir þá er, við getum orðað þannig, ekkert kapital vandamál fyrir mig að fara með söludömu eða kassadömu heim. En ég lenti í leiðinda atvikjum daginn og ég þarf aðstoð. Ég leita til Stóra G því ég veit að hann var mjög hæfileikaríkur lagarstarfsmaður á sínum tíma í IKEA. Sem er hárrétt, við viðkynna það. Og hann segir, ok, málið er að byrja ný fárlega myndaleg stelpa að vinna á kassa daginn.
solid 10 og ég sjálfsögðu byrja að mingla við hana og hún sér fljótt að ég alfameilin á lagarnum. Alfameilin? Segir þetta. Hver var að skrifa þetta? Að klára þetta. Okay. Það 10 dagar í næsta bjórkvöld, ég sé fram á veislu, það bara þannig. Nema hvað, það salerni á lagarnum, það sem lagarstarfsmennir hæja sér. Líklega ógeðslegt að salerni sem ég séð, en það hæja bara kallmenn séð inni. Ég hoppa á salerni á lagarnum og fer að míga. Nema hvað, þá Gauji að labba út á klóstinu búin að hæja sér. Og það leynast yfir mig, ég hef aldrei fundið aðra eins skítalegt á ævinni, en það mataræði á Gauji að hræðilegt. Ég held niður í mér andanum, míga eins hratt og ég get, labba svo út á klóstinu rauður í framann og hver er það standi þar að býða eftir klósettinu. Nýja kassadama. Megum við vera nafngreina svona starfsmenn? Ég veit ekki hvað er að gera þetta. Það skiptir ekki okay, og ég panikaði, enda ekkert eðlileg lykt hann inni og ég bara panikaði og sagði ekkert og labbaði burtu. Og hún fór svo inn og eftir mér. Og hún á ekki nota klósettið þarna því að það annars saðirni fyrir sölumendin í búð. Hvaða langlokkur í gangi? Er ekki eitthvað spurning? Er eitthvað að gerast í þessu? Hvað var hann að senda fyrir dagbók? Ég er bara að lesa spurningun og mandamáli á þessum meistara. Sér segir hann bara, hvernig ég redda þessu, á ég breyki þessu döðum á bjórkvöldinu sem heitir 10 dagar, kæri Gilsi, hvað er Vígþór? Hvað, Vígþór? Já, Vígþór, hann heitir það, Og hver á spurningi? Hún labbaði kúkalikt hjá Gauja og held að væri hann. Já, út af því að hún var að býða til klostinu og það var hann bara míga. Já, hún held að það væri Vígþór. Já, ég ætla nú bara, en Vígþór gerði eitthvað mest, hver ekki lendi þessu? Allir lendi þessu. Já, ég var að fara að segja, það var allir lendi þessu. Já, og þú skeist, Vígþór, ég er ekki að vera lögulegur. Þú átt bara að koma út og segja bara, hörðu, Gauji var hérna að skýta, hann með allt niður í sig. Ég er með flott mataræði þegar ég hægja mér og kemur ekki vond líkt. En er það ekki alltaf svolítið svona, það virkar ekki, þú getur ekki lappað út af einhverju klósetti með kúkalikt og sagði, herru, ég var ekki að kúka þetta, það var einhver annar, það var Gauji, Gauji var að kúka þetta. Nú hvað þú með ráðleggingu fyrir Vígþór, Mr. Perfect? Ef ég myndi sjá hana, myndi ég halda puttan og hlaup út, bara þykjast eins og ég hef bara verið geðveitt að flýta mig bara, wow, passa að fara þarna inn maður, þvílíku viðbjörn, ég veit ekki hvað þarna. Strax betra. Vígþór sagði ekkert, ekki eitt orð og labbaði burtu. Nei, það var bara, komdu með næsta vandamál, við getum ekki hjálpa hann. Bara splæsta hana. Ok, Norbert er með næstu spurningu. Hvað segir hver er það? Norbert. Já. Ok, sko. Sæll höfðingi. Ég er between rock and a hard place núna og ég hef aldrei þurft jafn mikið á þeirra að halda og akkurat núna. Það er þannig mál með vexti að ég er nýbakaður faðir, eins og þú, með mánaða gamla stelpu. En ég var að fá rosalegt tilboð og ég veit ekki hvað ég á að gera. Það var verið að bjóða mig til Ibiza í vikuferð, frítt flug og frígisting, allur pakkin. Ég veit bara ekki hvað ég á að gera maður. Á ég að vera ábyrgur fyrirmynda faðir eins og þú og segja nei? Eða á ég bara að segja fuck it og henda mér út, drekka mig vel í drasl og kaupa svona okkur kartón og sígarettum í leiðin eins og sum? Með kærleik kveðju, Norbert. Eins og sumir? Já. Og svo köpum við nokkuð kartón og sígarettum í leiðin eins og sumir. Ég veit ekki hvernig að tala hana. Nei, ekki með mánaða gamalt, það er ekki hægt. Nei. Það má ekki. Ég veit ekki hvað. Hvernig er það á við þarna? Já, er þetta eitthvað skot hjá honum? Nei, ég veit það ekki. Nei, er það? Ég veit ekki, ég er ekki að heyra það. Þú ert ekki með mánaða gamalt barn með hann? Nei, ég þryggja mánaða. Já, sko. Norbert, með mánaða gamla stelpu þá ert þú bara heima þar. Það er ekki með lögulegur, sko. Það er ekki að fara út og til Ibiza og fyllir í. Nei, þetta við skulum fá einn flottast íslenska lagi. Norðmann og Vígþór. Já, þetta falleg nöfn. Hér eftir stuttastund þá erst þú með Íslands slúður, ekki Steindi? Jú, og svo ætlar Erpur Eyvindsson að koma og kynna nýja lagi sitt. Þetta lag finnst mér geggjað. Þetta er Úlfur Úlfurs. Eldistu melming og drekk fyrir tólitt og gólitur róni. Allir á hlöpum með jetinni rósur og rólugur róli. Með kórun og bónir og vakna hvert morgun í blóðugu bóli. Finnir mig liggjandi í snjó, ég er svo fokkin í móð. Rítak og læsileg ljóð, mín hinsta bón. Gefur mér uppbóta kaffi og grína miljón. Dreymir heimili, konung og bad. Einningu meili var nættur og svart. Grein ekki munnin og heiminn og kermil í penning og skartið það rennandi vatn. Úlfur, úlfur, tarantúlur. Líkur eins og skúmur og tala tungum. Ég og þú og full tún, liggjum bara á kúrum. Vel bakaður og mjúkur, kanilsnúður. Ég myndi söka MC og heitir. Þetta verður bensín, V-Power. Þú veit ekki sens í þetta hér. Mér líður vel, eigin herra, eigin frú. Úlfar vika heila bú.
laust, en lífið stutt. Ég nýt þess meðan ég get, þangað til að ég gjöst upp. Á toppi ég frýs, á botni ég bráðna. Allir vilja flota með strönnum en drukni meðan mennskun og grána. Gleymast og korpa fyrir stálpast, eða svo væði sinn í það að langa í eitthvað annað en það sem þið þráðug á meðan þau lærðug og pindu sig áfram. Ég ber mig vel, ekkert mér, langur í gærin í dag lífið vel. Fyrir lífið endalaust, lífið kjaftaði, lífið draumur og lífið martraðir. Eina sem dregur þig áfram að markmið harkan og viljið til þess eins að standa þig standátt og samangum alla sem hata þig. Æstasti kostur sem hægt að hafa því mann fólkið kallast það dreipur og skrýður í skel. Getur og skýtur og sefur svo vel. Rýður og fölgir sér, rýður og fer. Býtur og klóra til að berga sér. Býrar í sitt og drekkur sig í hel. Tekur frá öðrum en gefur frá sér. Vilur sér fóring og hlýðir því sem stærsta dýri vill að sér gert. Og það úlfur, úlfur. Úlfur og já, eru bara alveg með þetta. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blöð. Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior með ykkur til 6 í dag. En já, það komið að Steindi Junior og íslensku slúðri. Herru, það komið að brakandi fesku íslensku slúðri. Já, þetta var ekstra juicy í dag og þetta fólk var að skýta í sumar. Algjörlega, eins og ég sagði í dag, sko. Ég held einmitt að væri bara allir í fríi að taka það rólega og svoleiðis. En svo nú bara, það heldur betur ekki þannig. Ekki allir í því. Heldur betur ekki. Og það var sko, eins og Egill hann komið gott dæmi. Menn eru kannski að rífa flippan af einum tveimur. Já. Og hvað er að fyrsta sem menn gera? Þekktir Íslendingar, þeir fara beint út og skýta. Og ég fæ mail. Það ekki nógu gott. Ég fæ strax mail. Og já, ég ætla að byrja hérna fyrsta slúðudagsins. Já. Og það vinnur okkar Sölvi Tryggvason. Já, hann nú tilbúin eignast barn. Sölvi Tryggva, já, algjörlega. Meira en tilbúin. Já, ég sá það. Og hann hérna skal ég segja já, hann skellti sér sérstaklega á Mýrabolta Vestlunumannahelgina. Okay. Og hann var búinn að vera svona, þú veist, helvíti spenntur fyrir helginni, minna skiljanlega. Þetta er skemmtileg helgi. Já. Sem nú valla frásögu færandi, strákar. Nema hvað, hann mætir fyrstur á svæðið. Þú veist, hann mætir á miðvikudeginum. Og Mýraboltin byrjar ekkert fyrir helgina. Og svo koma sko félagar hans, hann mætir einn á miðvikudeginum, félagar hans koma á föstudeginum og finn ekki Sölva. Leita á hann að það tjaldi hans var en hann fannst bara ekki. Og þeir tæklaði bara þannig að bara hann hafi kannski farið að mætt stemma og tekið vel á því og farið bara heim, bara í einhverju tilfinningaþroti og bara ekkert svar í síman og Sölvi Tryggva. Já, þeir voru ekkert að spá mikið í því. Þannig að þeir ákvaða bara að hendi lið og keppi í boltanum ánans. Okay. Farið í Mýraboltan. Og svo hefst Mýraboltinn og það búið að spila þarna alla helgina, strákar, og mikið fjör og svo leiðis. Og svo sunnudeginum þá ringdi helviti mikið. Það var bara svona eins og væri hellt úr fötu. Og sko svona seinni partinn þá byrjar að glitta svona í, það sést svona rör koma á miðjum vellinum úr leðjunni, svona rör. Og fólki, hvað er þetta? Það er eitthvað rör þarna. Og svo stuttu setna þá kemur andlitið á Sölva í ljós. Þá var hann búinn að liggja í drullunni með rörun hérna í nefinu til að geta andað og svona sundgleru. Og hann var búinn að vera peeping Tom alla helgina svona liggja í. Ég er að segja það voru mörg vitna þessu. Það lág hann svona. Það staðar á liði. Er þetta ekki bara strákar að Nei, það er náttúrulega líka bara. Já, nei, er ekki Það er kvennalið líka. Já, hann menn á ekki á stelp og það er ekkert af hennu bíkinni. Nei, já, hann var búinn að vera svona liggjandi undir í drullinni. Búinn að mætti fyrstur og móka þessi niður, fattar þau? Og búinn að vera þarna alla átíðina. Og sko, síðan kemur hérna og þetta var ekki tekið vel í þetta. Hann var beðinn að yfirgefa svæði. Og þá ákveður hann að skella sig beint til Eyja, ná sunnudagskvöldinu þar. Og það var sko, þá var hann vist búinn að dulbúa sig sem útilegustól. Þetta er bara, þetta er ekki kjaft. Og jú, og þegar stelpurnar settust í fangið, þá hvíslaði hann alltaf, ángriðs ég er fullkomlega tilbúin til að vera pabbi. Jú, herðu, þetta er rétt. Já, þetta er rétt. Að Sölvi Tryggva hafi farið í Mýraboltan á Ísafirði, legið þar peeping Tom í leðjunum með eitthvað rör upp og svo hann geti andað, flogið svo til Eyja, dulbúin sem stóll, svo stelpum myndi setjast í fangið. Akkur þetta skjóta sendilinn. Þetta er bara mesta rygg sem þú verið með þetta. Nei, alls ekki, ég er að fá þetta að senda. Ég er enda búin að heyra hvað þessu. Já, emmitt Egill. Ok, menn Egill er búin að heyra þessu. Herru, þá er það næsti, þá er það nummer 2 og það er Frikki Dór. Frikki Dór. Góðu vinnur okkar Frikki Dór og málið það, þetta er í fyrsta skipti, strákar. Þetta er í fyrsta skipti sem slúðri kemur beint frá mér. Þetta fekk ég ekki sent. Nei. Þetta gerist þegar við félagarnir fórum saman til Benidorm nú á dögum að skemmta í svona framhaldsskólaferð á svona sameilu skólaballi. Akkurat. Og það var, þú varst þarna og Frikki var þarna. Það hefur alveg komið fram. Já, það hefur nú alveg komið fram og þetta var voðalega skemmtilegt
Og við erum alltaf stattir á Benidorm og hérna skal ég segja þér, vorum að skemmta á balleðan og allt það. Það nú ekki frásögufærandi. Nema hvað, seinasta daginn sem við erum að núti, þá fer ég og Frikki og hérna, þá ætlum við bara að fá okkur nokkra bjóra og svona, kveðja sólina, fattar þú? Bara að dæma, maður til að fá sér 2-3 bjóra og kveðja sólina og svo leis. Frikki var hann var farin að finna á sér. Hann var farin að vera tepsi. Og hann ákvað allt í hennu, fannst svona skemmtilegt að fá sér svona, að var svona básatæði á ströndinni og hann ákvað að fá sér svona hennatatú, bara svona gerfitatú, fattur þú? Þú veist, það festist ekki á þér, það fer af eftir nokkar daga. Þú veist hvað þið, og þetta var búið skemmtilegt og svona, og hann fer og fær sér svona fiðrildi, svona fjólublátt fiðrildi svona fyrir ofan rassinn, svona í flippi. Svona trampstamp. Og já, sem nú ekki frásögu færandi, nema það, við skellum okkur svo í félagarnir í sjóin. Svo gerist eitthvað þar að saltið í sjónum og þetta bara svona, þetta er svona ódýrt blek og það er 30 steg hiti að núti og svo leiðis, þetta brennur inn í húðina á honum og þetta átt að fara á 2 klukkutímum, þetta fyririldi, þetta er sönn saga, þetta kemur frá mér, þetta, ég fekk þetta ekki sent og hann er ennþá með þetta og hann er núna, hann er búinn að hitta lítalækni sem sagði hann að þetta væri varanlegt ör. Þannig að ef þið hittir Frikadór með fiðrildi fast hann er með fjólublátt fiðrildi fast fyrir ofan rassinn. Ef þið hittir Frikadór, endilega fá að kíkja á þetta. Hann er með trampstamp. Herri, okkur sagði mér þetta ekki út, ég hefði sjá þetta. En þetta fer honum vel. Hann púlar þetta. Það er ótrúlega. Var þetta síðasta slúðri? Nei, það er alltaf einn eftir. Á hvaða ráð það eftir með þetta? Ég er bara að spyrja. Það var líka reykvættu með ráða með lagarspurningum. Já, þetta er bara ekki hægt sko. En herðu, já, það var að síðast slúðrið. Eins og kom fram á Devaf núna í vikunni, þá var þarna þessa appelsínuflösku þarna fulla hlandi sem fannst þetta í Netto fyrir. Hvað vippi var það maður? Hvað vippi er það? Þetta er nú bara ágætis félag okkar, það kemur í ljósindi eftir smástund. En þetta var sko, þetta var svona dálítið, þetta var dálítið brúnleitt hland og svona furðulegu litur á þessu. Það er nú ekki frásögverðandi. En þetta er búið að vera dálítið sakamál að finna sökudólgin og nú er komið í ljós hver var að verki. Því sami maður mætti í gær í Krónuna í Hafnarfirði til að míga í aðra flösku og var gripinn. Og það var engin annar en Jón Gunnar Geirdal Nonni Tattoo. Var hann að míga? Og málið það, hann er búinn að stunda þetta víst og búinn að gera þetta í mörg ár í einhverju svona, bara í flippi, hann að snáðast. Þetta er ekkert, sko, ég dæma hann alls ekki fyrir þetta. Mér finnst það bara skemmtilegt og svona, en hann var semst kominn á bakvið einhvern rekka í Krónunni á bakvið klósettpappirinn og keksið og þar, þið viti. Vippa félagunum út og byrjar að míga í flösku að þetta og fyllir hana að brúnleitu hlandi og svo þegar hann ætlar að lokinni þá kemur hann að ljósa að hann er búinn að festa teipið í flöskunni. Jésús. Og Jésús, það er frekar vel allan endi. Og hann sko vitni voru að svitna snögsi á bakinu og byrja að svitna allir og það er að fara til verslunarstjórans með þetta og segir, ég var að djóka, segir hann. Ég var að djóka. Bindur mamma ekki djóki þessari búð, segir hann. Hvað er bannað að djóki þessari búð? Og verslunarstjórn sem betur fyrir hitt hann á verslunarstjórn sem þetta var ungu strákur, 18 ára strákur sem kann að... En okkur var hann að segja okkur fór að því að teipa var fast í flöskunni. Hann með flösku á teipinu. Já, hann segir, má ekki djóki þessari búð, segir hann. Bindur hvað er bannað að djóka hérna? Sem betur fyrir hittir hann á þannig verslunarstjórn sem gerði nú ekkert mold að vera út af þessu en sko verslunarstjórn þurfti að ná í svona slöngu og setja svona á milli og setja loft á milli, fattur þið, til að losa. Er þetta ekki komið gott á? Já, algjörlega. Svo festið þar. Já, svo var hann í Bónus í Garðabæ í dag og setti tippa hann í Rauðkál. Nei, herru, þetta er komið gott. Þetta var Íslensk slúður hér á FM 95 Blöð. Við skulum fá nokkrar auglýsingar. Svo er það því að augljósa staðrendir. Nýr dagskrárliður sem heitir Spurninga dagsins og ég ætla að blanda Erpi Eyvinda sér inn í það því hann er líka mætturingað og við ætlum að spjalla við hann hér eftir smástund en auglýsingar fyrst. FM 957 kynir Malibu Beach Party á Hressó á laugardaginn. Rythmasveit frá Bangura Band ásamt DJ Fucking Handsome halda uppi suðrænni stemningu. Auk þess sem Salsa Venn kemur og tekur nokkur lög. Sumardrykkir og grillaður grís í boði milli 8 og 9. Sjáumst á Hressó á laugardaginn í sumarstemningu. FM 957, Hressó og Malibu Beach Party. Thule kynir tónlistarhátíðina Gæran á Sauðárkróki helgina. Mögnuð tónlistarhátíð sem enginn ætti að missa af. Framkoma Dimma, Reykjavíkudætur, Úlfur, Kiriyama Family, Vika, Johnny and the Rest og margir fleiri.
Nánari upplýsingar dagskrá inn á gæran.is. Miðasala á miði.is. Tónlistarhátíðin Gæran og Thule best í heimi. Þú getur valið úr tilbúnum salatréttum eða búið til þitt eigið salat. Fresco, nýr og spennandi veitingastaður. Suðurlandsbraut 4. Snjallsímagreiðslur eru komnar til að vera. Náið í Pingju-appið. Einfaldari og skemmtilegri leið til að versla. Allt pingjuna á pingjan.is. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. Hjól fyrir alla fjölskylduna á alvöru hjólaútsölu í GAP Faxafinni. GAP.is. Veislan hafin. Allir leikir í enska í beinni á risaskján. English Pub Reykjavík. English Pub Hafnarfirði. Deres Kringlunni. Ertu klár fyrir skólan? Deres Kringlunni. Yngvi Eysteins á FM 957. Salat ekki bara salat. Á Fresco. Dark Horse, þeir að hlusta á FM 95 blöð. Við sitjum hér, ég Steindi Egill Einarsson og gestur sem mættur í stúdíó, það hann Erpur Eyvindarsson. Vertu velkominn, Erpur. Já, þú heyri ekki dick shit í mér maður. Ég vant að heyri ekki í sér. Heyrðu ekki það? Ég heyri allt mikið í þér sko. Já, ég heyri ekki í þessum Eyvindarsson. Hvað segirðu? Ég heyri ekki í þessum. Er ekki þetta fikkt í þessu? Taktuðu bara að þér. Nei, það var eitthvað Stendur og Mósson. Herri, hvað? Herri, þarna. Ok, en sko, banka hans í mækin. Góðan daginn, það heyrist Jón. Ok. Þetta sleppur. Herri, hérna. Gaman að sjá þér. Já, sömuleiðis. Velkomin. Ég hef ekki séð ykkur lengi. Nei. Þið búin að vera að meina Benidorm bara. Já. Svo kom með smokka, sko. Já, það komdu með það. Það er ógeðsleg. Maður skildi henda sér aftur á Benidorm. Hvað máli? Akkur varst þú eini gæðin sem varst ekki bara passing out að einhverjum reyblifið manna, Stendur og glísi lágu alveg. En það rúlaði nú beint úr brekkunni og beint á bein. Já, ég þurfti að koma, ég fór bein. Þannig ég var alveg búinn á Ég var bara í bíl með einni sem var búinn að vera hérna sko. Ég var ekki að djóka bara. Ég var bara allir bara ógeðslir á einhverjum reyblifjum að það bara. Hún var allir bara á svona með ötti. Já, ég veit ekki. Heyrðu á píanu sko, hún var bara, hló ekki sko. Hún var bara hérna, sjáðu mér hendurna. Hún var bara að vera í einhvern sjúkrabíl og... Nú, þetta fór alveg fram í okkur. Hvað var að gerast þetta? Við vorum bara á ströndinni að hafa það næs. Já, við vorum. En hvað ert þú búinn að vera sjálfur? Herri, ég búinn að vera mikið á ströndinni. Já. Ég var að tæla þetta saman sko. Ég var alltaf að fá til Sri Lanka og Indlands. Var löfléttið það. Ég og DJ Moonshine sem massaðasti DJ Íslands. Já, við vorum Indland og Sri Lanka, svo fórum við með stýrimannaskóla, var að gæta hann til Kúbu. Þú gerir þetta regla, þú bara lætur þér svona hverfa? Já, þetta er ógeðslega þægilegt maður. Já, fer bara landi og... Má ég verða að segja ykkur svo? Þetta er nefnilega, þú veist, þegar þið látið ykkur hverfa svona, þá farið þið til Beni og hittir sömu mongolitun og þið hittir bara á Skalla í Árbæ. Ég get ekki alveg tekið undir það, við séum alltaf á Beni. Og henni gerum eitthvað exotist núna, fyrir til Magaluf í þetta skiptið. En þú fer til Kúbu? Ég fer til Kúbu mikið, sko, en já, Indland og Sri Lanka og þetta er rosalega holdt, sko. Hvernig var Indland? Var það good shit eða? Já, það var mjög skemmtilegt, það var og Sri Lanka, surf, bara törf, sko. Menn eru bara, ég var að skella mér á bretti til þessi stemningar. Varst það að surfa? Já, og hvernig gekk þér að... Ég náði nú ekki nema 2 öldum, sko, eftir heilan dag, þú veist alveg vika synd út. Og svo ertu svo glaður þegar þú nærð að ræta sko ölduna. Já, þetta er miklu erfiðar en það lítur út tröður, eða ekki? Fáránlega erfitt, það er ekki fyrir við með þessi gæja sem er að surfa. Þetta er náttúrulega fáránlega... Allir í góðu formi og... Já, með þykkt, sítt, ljóst hárfleski líka, sko. Maður sér aldrei svona nettan Steinda Junior á brettinu einhvern veginn. Nei, það er minna sko, það er svona vindsöng. Hann var vindsöng með koktel á Beni. Mér finnst æðislegt að vera bara með eitt steakhouse frá Burger King, liggja á einhverju bleikri vindsöng, alveg slagur með. Einhverju vasslausu sundlaug, ekkert að surfa. Steindi er sterkur undir þessu. Já, Steindi er nautröstur. Ég er að labba sem minnst. Sérstaklega út í útlandum, já. Það er líka þess Liggja á vindsæng. Mikið neðri hlutur. Já, eins og múminálur. Já, þú ert geggjað flottur á öðan, sko. Axlirna góðar. Axlabreiður. Ég ert ekki sammála fyrir utan hann sem er 90-50. Jó, ég sé alveg hann er með potential að vera góðu bodybuilder eða myndi ég var í góðri bekk. Það væri gaman að dæla ykkur í mig. Dæla ykkur endals og drasl í mig. Anadról og okkur tælensku bólum og láta mig bara henda mér í vekt. Ég var alveg til það. Strákarnir, þegar þeir voru til Búlgari, þá voru alltaf að dæla ykkur vitlis í þig, ekki? Nei, þeir voru alltaf, þeir vildu það. Þeir fóru inn í apotek, bara do you have steroids? Bara yes.
Do you have a needle? Let's go. Yes, let's go. Steindi, beigðu þig niður. Sprauti svo í raskat. Það vissla. Já, þetta svona. En já. Einn daginn strákar, ef ég fyrir ræktina, þá skal ég vera baneitraður. Ég læti ykkur vita. Kom með góð hint. Já, en ég var að spá ég að taka hérna áður við förum. Þú varst að henda út nýju lagi sem við ætlum að spila hér. Og þá ætla ég að... Til hamingju með nýja lagi. Já, æðislega. Mjög lukkum með það. Geggjað. Og til hamingju þið með lögin ykkar. Já, takk fyrir það. Ert þú ekkert í lögunum? Nei, ekkert síðan eftir nýjum blöðlagi. Það hamingju með hérna veistlan hérna, þú og Sveppi. Sjómle. Já, geggjalag. Þetta hefur nú átt sko hvað, 3 hittara sem hafa verið á toppnum á Íslandi heil lengi, eða ekki? Hudson. Hvað var það, Crazy Bastard? Já. Sjómle og FM 9 Sjómle, já. Svaðaleg lög. Þú hendi bara í hittara. Og líka Sverri Bergman, Dótti, en sko svo náttúrulega í þið börnstrákar, til hamingju með babyin. Takk fyrir það. Og blöð. Já, nei, ekki baby, nei, bara brekkan á beinu. Baby, mun það ekki heita Sjómli? Svafaríkur. Já, Svafaríkur. Svafaríkur Sjómli. Svafaríkur Sjómle blöð. Já, það er veistla. Þetta er nýr dagskrárliður. Já, nýr dagskrárliður sem heitir Spurningar dagsins. Og ég ætla að tengja gestinn Erp Eyvindarsson inn í þetta. Hann er mættur. Og þannig ég spyr ykkur alla 3 spurningar. Og hér kemur fyrsta. Byrjum á þér, Erpur, svo tekir hringir. Nefndu þær 3 manneskjur sem þú elskar mest í lífinu. Nú er þetta svona. Hvað er að gera þetta? Er þetta hraðaspurning? Nei, þetta er bara svona, þetta er liður. En ég bara svara þess að morgun. En þarftu þá að fara að velja bara fjölskyldu meðlimi bara? Já, þetta er kannski, þetta átt að vera pínu ljótt sko. Að fá bara að nefna 3. Þetta er alltaf ekki lagi með þér? Ok, sleppum þessari. Þá fyrir við næst í... Það er þú veist, ég minna, já, sko 4 sískinni. Já, ég veit það. Ég kann þetta vera eina sískinni sem var ekki nefnt. Mæta svo í spilakvöld bara, herðu, gaman að hitta þig. Já, þetta er vill náðu ekki. Ok, þá er það næsta. Þetta er eitthvað sem mér langar að vita ykkur alla. Byrjum á þér, Erpur. Finnst þér gaman að kúra? Mér finnst ég kúri í þingu sko. Kúri ég í þingu maður. Ég ligg alveg gessanlega. Ég set 4 fingur í raskata á mér og 4 í skoltin og ligg bara. Ógeðslega hræðilegt sko. Þannig að þú kúrir í þingunni? Já, ég kúri í þingunni. Egil, kúrari? Já, ég held að ég ekki dottið í það sko. Ég er mjög góður kúrari sko. Það er mjög þægilegt að kúra á mér sko. Er það sann? Þú er svo harður? Já, nei sko, vöðvarnir eru mjúkir í slökun sko. Þú sekkur alveg inn í góðan deltóitin á mér hérna. Þú veist, hann er harður þegar ég er að rífa upp 120 kíló í bekknum sko. En þegar sko Erpur myndi leggjast á deltóitin, ég var liggjandi á bakinu, hann myndi sökku inn í hann bara svona heilsugottan. Ég get eiginlega að lofa ykkur því að ég er mesti kúrarinn hérna inni. Ég hef ekki bara alveg að viðurkenna það. Nenni ekki fleiri Snapchat frá þér að kúra með þessum hundi. Það fyrsta sem gerist þegar ég kem inn í lofthelgina bara fyrsti sími minna að þú að kúra með þessum dvergsnásur. Ég veit ekki neitt betur en að vera með bara hérna hundin, pullu, alveg einhvern svona franskan bólabíl, liggjandi svona, rekandi við með mér. Ég er ekki að fjórfingra mig eins og Erpur, en ég er sko svona, ég veit ekki um það. Þú ert að fjórfingra pullu? En ég ég elska, mér finnst þetta aðeinslegt að vera með smá snakk í naflanum og láta gilla á mig bakið. Já, þannig að það er allir 3 þeir eru kúraðar. Já, og skammast ykkar ekkert fyrir það. En það er ekki til að skamma sín fyrir. Þá er það síðasta og nú tek ég hinn ringin, ég ætla að byrja þér Steindi. Hvað er turn on fyrir Steindi Junior? Hvað er turn on? Já, hvað kveikir ég er? Þetta er já, það er ég sagði ykkur að nýja liðurum væri óþægilega spurningar. Á þetta vera bara óþægilegu liður? Já, hann er vel óþægilegur. Það er konseptið. Hann er vel óþægilegur. Já, byrjum á þér. Ég held að sé bara hérna. Þegar konan kemur heim með KFC? Hættu þessu. Það er ekkert alltaf sko. Nei, ég hérna óvæntur KFC. Óvæntur KFC. Ég ætli það sé ekki rétt að svara. Nei, ég hérna. Nei, er það ekki bara svona. Er það ekki bara þessi hundur? Pulla er sko, ef ég kem heim og pulla er sopnu hann liggur bara á bakinu og er ekkert að naðrast og. Nei, þetta ásætti ekki að Nei, já, það er kannski, ég myndi halda að væri kannski. Nei, ég er bara að reyna að hugsa þetta. Það er annað hellingur. En betur sleppur blöð við allt þetta kjafta það? Nei, mér finnst að hann þurfa að svara þessu. Ég er með liðin. Já, þú með liðin, frábært. Junior, svar. Ok, turn on er ég myndi segja að væri bara hérna sexy undirföt. Góð stemning, bara rétt tónlist. Ég veit ekki, ég geti. Sexy undirföt og góð tónlist. Þetta er svakar. Hvaða lag er undir? Ég veit ekki, ég ætla að vera með einhverja klísi. Ég ætla ekki að vera að hendi bara eitthvað slam með Onyx eða eitthvað. En það er ekki, það er eitthvað svona R&B sko, eitthvað svona nett R&B sko.
R. Veit ekki Jafnvel með R. Kelly, nýju jafnvel dagskrárliðinu R. en ég veit ekki með Hvað er turn on Mér fyrir fannst ég Agli? hafa sloppið ágætlega. Já, þú komst þér ágætlega frá þessu. Ég get ekki sagt það sama og Stoney. Nei, það er ekki eitthvað gott R&B lag og flott Ég segi vel mótaður vöðamikill líkami í svona þröngum svona jóka æfingaböksum. Guðjón Bergmann. Þetta var eitthvað gott svar. Fyrir þetta, já, þannig að svona jókabuxur, þröngar á flottum líkama. Það sem við minnst allt þetta í ræktinni. Já, þetta er þetta fínt svar hér. Blasum. Ég myndi segja, sko, kynfæri kvenna. Það er törn. Þetta er rosalega óþægilegt. Það er einhver tilhörning og það er bara einhver tilhörning. Ok, þá vitið það, kæri hlustendur, það sem að kveikir í Steindar Junior er gott R&B lag og sexy undirföt. Það eru jókabuxur hjá Agli Einarsinni og hjá Erpi er það kynfæri kvenna. Við þurfum eitthvað endur sko annað lið sko ágríns. Herru, hent þú í eitt svar. Þetta er klassist. Þú sleppur ekki svona. Nei, ég var búinn að hugsa þetta. Ég myndi segja mér finnst það ekkert meira sexy. Ég held að ég sé flottast Erpu í ræktinni í svona buksum, svona einhverjum sama ég sagði. Þetta er svo perralegt svar, maður. Nei, ég fyrir ræktina og er bara eitthvað peeping tom. Ég er ekkert eitthvað starrandi á það. Alveg pottet, þú pottet starrandi. En það er komið að máluna, nýjasta lag er eitthvað sem vil segja áður við setjum þetta í lofti. Hvað er koncept lagsins? Öll lög eru með koncept, hvað er koncept? Þetta er vökuvísa. Já, konceptið er basically allur djammi fylgir nokkur alvara. Ok. Hafið það í huga þegar við hlustum á þetta lag. Erpur, alltaf er gaman að fá þig. Já, gaman að koma. Hafðu það gott. Herðu, Helgi, árunni fyrir loftið. Motherfucking ass, 800 bara Selfoss á morgun, Blasur, Hetismjör, DJ Moonshine. Í kvöld, Rossaler og Steindi Júnsson og Keflavíkur nætur. Keflavíkur nætur, verðum að sendir í kvöld. Yeah. To the Vortex, the ultimate dance competition. Samfum kynir Putting a crew together or what? Hell yeah. Step Up, All In. Y'all come to see some real dancing? Frábær tónlist og stórkostleg dansatriði. Mögnuð mynd sem engin áhugamaður dans ætti að láta framhjá sig fara. So what's the plan? So bring the house. Step Up, All In. Komin í bíó. Að bíða eftir því að ná hóli í höggi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Okkar bjór, léttöl. Það eru skóladagar í Smáralind, 14. til 25. ágúst. Nýttu þér námsstyrk Smáralindar og vertu klár fyrir haustið. Smáralind, góða skemmtun. Gaga eða Britney? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Að bíða eftir því að Katla gjósi krefst þolinmæði. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Vissir þú að á hamborgarasmiðinni er frábær aðstaða til að fylgjast með sportinu? 2 risatjöld, 8 stór sjónvörp og alvöru eldgrillaðir hamborgarar sem gott er að renna niður með ísköldu Víking. Léttöl. Hamborgarasmiðin, Grensásvegi. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Snjallsíma greiðslur eru komnar til að vera. Náið í Pingju-appið. Einfaldari og skemmtilegri leið til að versla. Allt Pingjuna á pingjan.is. FM. Fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Blasur okkar farinn, flott lag hjá hann, virkilega flott og flott texti. Það kom honum að sjálfsög kellaði fyrir komuna. En það er hins vegar komið núna aftur að nýjum dagskrárlið. Voruð þið ekki að fíla nýja dagskrárliðin spurningar dagsins? Já, bara mjög erfið og krefjandi. Þetta var rosalega erfitt, sko. Þetta var óþægilegt. Já, það er eiga að vera það, sko. Já, að vera svona líka bara settur í þetta á staðnum. Þú sleppur líka sem það er ósækjart. Þú ert kvikindi og við þekkjum þig öll og við höfum gaman að þessu. Ég skal svara það bara næst líka. Nei, þetta var mjög skemmtilegt. Ég til í þetta aftur. En það er eins og komið að dagskrárliðnum til sölu og skipta. Þetta er liður sem við erum að byrja með núna eftir sumarfríið og við spiluðum myndbút á hann. Akkurat. Og nú er komið að Steinda Junior, þú hringdir og það var að vera að auglýsa svartan brjóstarhaldara til sölu. Akkurat, og svo hér eftir,
bara handa við hornið, þá keppni, við ætlum að fara að keppa. Já, annan í dagsins. Annan í dagsins. En svo við kynnum þetta, það var rosalega þétt hjá okkur. Það var að auglýsa svartan brjóstarhaldara til sölu inn á þessari síðu sem við fundum og þú varst að reyna að kaupa hann og skipta. Mikið rétt. Til sölu og skipta, þetta ekki flókið, skulum heyra þegar Steindi Junior ringdi inn á þessa síðu. Halló. Já, Anita. Já, sæl og blessuð. Bjarni heiti ég og var að rekast hérna, inn á síðunni hérna Gefins hérna, fæst Gefins og selt og Gefins. Og ég sá hérna, þú varst að selja hérna brjóstahaldara. Já. Er hann farinn hjá þér eða? Ég veit ekki alveg hvað þú tala um. Ertu ekki inn á Facebook síðunni hérna? Jú, ég er inn á henni, ég bara veit ekki alveg hvað auglýsing Já, þetta er svona svartu brjóstahaldari. Hann sjá 100 kall. Nú á konan á ammali næstu viku og ég er búin að vera hérna vesla pakkahandin og það vantar svona örlítið í pakkan. Það getur svolítið klára gjöfuna. Já. Þetta er ennþá til hjá þér? Já, ég er með alveg fullt af fötum í póka, sko. En þessi brjóstahaldari hérna, er þetta þægilegt kvikindi? Hvernig brjósta, er þetta vondibróhaldari eða hvað er þetta? Ég bara, þú veist, ég er með alveg einhverja, sko, þannig ég veit ekki alveg hvað akkurat það er að tala. Já, þetta er ekki bara eitthvað svona mömmu, þetta er ekki svona bara eitthvað svona, en hvað hérna... Getur ekki bara sendt mér link á hann þá á Facebook? Á Facebook, já, þetta er svona svartu brjóstahaldari, svona vondibróð brjóstahaldari. Já, vil ekki bara, ertu með Facebook síðuna mína? Já, sko, þannig er málum vexti að nú á konan ammæli. Já. Og mér vantar smá í pakkan. Nú með hvað er þessi brjóstahaldari? Ég veit ekki hvaða brjóstahaldari þú ert að tala um. Já, ok. En byrju, hvað, ertu með marga stærðir á þessu? Það er alveg, sko, ég er bara með svona fatapóka, skilju, sem ég er alveg svona við. Hvað er meira í svona póka þarna? Það er alveg bara fullt af fötum, sko. Ok, og er þetta 100 kall stykki, flíkin? Já, ég er bara með að 75 kall á flík og ég tek pókan. Ég finnst þess vegna. Ég tek pókan, hvað er mikið, 20 flíkur? Ég veit það ekki. 20 flíkur, 60 kall flík og ég tek pókan bara. Verður það dýr? Já, mínúna. Ertu eitthvað í skiptidílu með þetta? Ég meina, nú er ég með alls konar hérna heima, ég er nú sjálfur inn á svona síðu þarna, ég er með hamstrakúlu og vassbrúsa og svo er ég með svona kókomjölkafrispitisk, flottur í útileguna og taltjald. Nei, takk ómurlega. Og þú ert ekkert í svoleiðis? Nei. Magalokk, vanda festingu? Nei. Tyggjótattú, ekkert? Nei, takk, ómurlega. Hvernig koma geirurnar út í þessu? Hvernig brjóstahaldari er þetta nákvæmlega, þessi svarti þarna sem ég sá á netinu? Ég er búin að segja við þig, ég veit ekki hvaða brjóstahaldari þú ert að tala um. Og ertu með sett, er þetta bara haldarinn? Ég veit ekki hvaða brjóstahaldari þú ert að tala um nákvæmlega. Nei, hann var svona svartur. Ég er ekki svarað þér. Nei, hann var svona svartur og lág á svona einhverjum bláum flísum á myndinni. Já, veistu það verður gott að vita eitthvað um þetta, maður þarf að kaupa þetta á 75 kall, sko, hvort það sé þægilegt að losa þetta eða hvernig þetta lúkka líka bara, hvort það sé narið með þessu. Ég get að tekið 150 kall og tekið setti, sko. Já. Kettlingin og ammali næstu viku, það verður gott að klára þetta. Ok, eigum við þá að negla þetta bara þannig, ég býð bara í pokan, hvað heldur þetta ekki, svona 1-2 kíló? Ég býð bara í poka, 250 kall í pokan og þú getur tekið magalokkin á mér og tekið tattooinn. Já, nei, veistu, mér langar ekkert í þau. Klárum þetta bara þannig, er það ekki bara fínt? 300 kall í pokan, 300 kall, það er að fara final deal og 1 hamstrakúla. Já, alltaf lagi. Herru, glæsilegt, verði í bandi. Ok. Takk. Þetta var til sölu að skipta og þetta var... Greið, stelpan. Já, þetta er... Það sem varst að bjóða líka í skiptum var bara horfbjöður. Já, þetta var, sko, hvað varstu með? Þú varst með hamstrakúlu. Þetta var, já, magalokk og tyggjótattu. Festinguna. Þetta var svona í takt við það sem var á síðinu líka bara. Já, þetta er nýlilegur sem við þurfum að skoða. Við skulum fá hérna Enrique Iglesias. Viltu að taka afturstundið það? Í FM 95 blöð. Ég elska Enrique Iglesias. Já, þú nú komið inn á það áður. Líkur mestari. En það er eins og komið að dagskrálið sem að ég er heila búin að... Já, ok, ég er kvíðinn fyrir honum. Já, ég er mjög kvíðinn fyrir honum. Það er, sko, við erum búin að fá nokkra Íslendinga til að semja texta fyrir okkur. Og, já, fyrstur sá sem er reið á vaðið er Logi Bergmann.
og við segðum að textarnir ætti ekki að vera neitt djók, þetta ætti að vera bara svona eitthvað flottu texti. Við báðum basically bara Loga að vanda sig eins og hann gæti. Þar að semja texta og hafa hann eins góðan og þú mögulega getur. Bara að skrifa frá hjartanu. Þetta er svolítið, það var konceptið. Og senda okkur. Og Logi Bergmann gerði það, hann er búinn að senda okkur hérna að texta og við áttum allir að finna lag og syngja undir textan. Búa til lag úr textanum. Við verðum að leifa því að við verðum að láta fylgja sögunni, að við fengum hennar texta þegar við byrjuðum í loftinu. Já, þessna var ég að segja við ykkur aðan bara eigum við ekki að sleppa þessu Nei, því að þetta er mitt það sem ég er að fara að gera þetta. Hlustendur verða ekki, bara þessum þætti bjóðandi. Ég get lofa þér að þetta verður ekkert skarra hjá mér. En málið er að við fengum hennar texta ángríns fyrir klukkutíma og við erum búin að vera Erpu koma og við höfum ekkert geta sinnt þessu. Ég ætla að byrja að lesa texta. Hlustendur elska keppni, hlustendur elska. Ok, textin er svona sem að Logi senda okkur. Og by the way, við þurfum aðeins að ræða textan líka. Ég veit ekki alveg hvað Logi er í einhverju. Ok, Logi Bergmann sendi okkur textan og hann hljóma svo. Ég var týndur, enginn gat fundið mig, þar til að ég fann þig. Nú geta allir séð mig og það er það sem ég vil. Þú fékkst mig til að vilja vera til. Sá á fund sem finnur, ég er þinn fundur og þú ert mitt undur. Svo kemur greinlega þetta viðlagi. Elska þig og elska að elska þig. Elskaðu mig eins og ég elska þig. Veitu, er þetta bara til... Sannhildar? Já, það hlýtur að vera, ég veit ekki, þetta er, veit ekki meina texta hjá hann, sko? Nei, þetta hljóma svolítið eins og hann hefði farið upp í bústað bara og klárað inn í kók og fengið sig eitt vindil. Farið upp í bústað, það meira svona bara verið í ykkur svona skil. Allavega, þetta er textinn og við eigum að syngja hann. Ok, sko, við hljótum að mega breytunum og, þú veist ekki breyta textanum, við hljótum að mega endurtaka línur og reyna að láta þetta, sko, make einhvern sens. Sko, edita þetta, Stoney, búðu bara til a beautiful song. Og þetta er a competition. Gerðu þitt besta, motherfucker. Alltaf, ég gerði alltaf. Hver á að byrja? Steindi? Nei, sko, má ég vera nummið 2? Vil þú byrja? Nei, ég hef alltaf byrjað, nú byrjað þú. Á ég að byrja? Ok, bitti. Ég skal byrja næst. Ok, bitti, býð aðeins, ok. Gerðu þitt besta bara, eins og ég ætla alltaf að gera besta, ég bara spá í hérna. Ok, ég valdi... Þetta er keppni, hlustendur, þau eru að gagnrýnir. Þetta er keppni, þetta er atkvæði. Ég valdi lagið Piece of Me með Britney Spears. Mjög gott. Ég veit ekki af hverju, en mér fannst það bara einhvern veginn því ég las textan að það geti einhvern veginn mega sens sem að gera pottet ekki og ég veit ekki, mér finnst bara einhvern veginn Logi hafi verið með það í huga sjálfur. Solid lag. Ok. Take it away, Stoney. Tilbúin? Nei, ég er ekki tilbúin, býta aðeins, ég ætla að standa upp. Það standa upp? Hvað er óþægilegt maður? Já. Þetta er mjög óþægilegt. Óþægilegt var fyrstu líka. Nei. Þeir verði alltaf að gera saman. Tekur þetta lag í kvöld og Keflavíkur nætur? Nei, ég ætla ekki að taka þetta í kvöld og... Taktu þetta í kvöld? Aldrei. Hvar eru þú ert að spila með Rottvæli? Hættu þessu. Taktu þetta í kvöld. Ég mæti í kvöld og ég ætla að sjá þig syngja þetta lag í kvöld. Svo erum við náttúrulega á morgun á Players. Ég ætla að tek mitt lag á morgun á Players í Kef og þú tekur þitt lag, er það ekki? Ég er náttúrulega kynnir á morgun, og þú og Sverrir Bergmann. Já, þú tekur lagið með okkur félagum. Já, ég tek FM 9 blöðlagið okkar. Hérna... Ég er klár. Ok, verður tilbúin, Steindi? Já, ég er klár. Ok, þá kemur þetta hér. Þetta er textinans Loga Bergmann og lagina Britney Spears, söngvari Steindi Junior. Gerðu þitt besta, Steindi. Já. Ok, Logi Bergmann, Steindi Junior. Ég var týndur og enginn gat fundi mig þar til að ég fann þig. Já, þar til að ég fann þig. Nú geta allir sé mig og það er það sem ég vil. Logi Bergmann. Þú fékkst mig til að vilja vera til, mig til að vera til. Sá á fund sem vinnur, já, sá á fund sem vinnur og ég er þinn fundur og þú ert mitt undur. Ok, nú tökum við saman undir vilja hérna strákar. Þið verða að vera með mér í þessu. Elska þig, elskaðu mig eins og ég. Elska þig, elskaðu mig eins og ég. Elska þig, ég elska þig. Elskaðu mig eins og ég elska þig. Ói, hvað það var Þetta var... Jesús, hvað það var vond. Þetta er þetta versta sem Þetta var góð framistæða. Það var góð framistæða. Ég gerði mitt allra best. Ég sáttu við þetta. Endilega doppið Steindi að taka þetta í kvöld. Ég gat ekki gert betur með þennan texta á metalag. Nei. Ói, bara. Þú ert næstur. Ég hlakka til. Þú ert næstur. Nei, ég er bara að spája að... Nei, gleymdu því. Þú ert ekki að fara að sleppa. Nei, aldrei. Hann er eftir að reyna að sleppa. Aldrei. Ég tók þetta og þetta var mjög óþægilegt. Ói, bara. Mér langar ekki. Nei, hvað heldur að mér hefur langað þetta? Hvað heldur að mér hefur langað að syngja hennar texta?
Ég reyndi að gera sem minnst grínaðar að því að mitt verra held ég. Það getur ekki verið. En þetta ástæðan fyrir ég var að spyrja ykkur af hverju þetta verður að gera hann liði því að þetta bara vont, sko. Nei. Ég lék mér þetta með textan, heyrðu. Ég sagði ég var tindur og ég svona aðeins. Það mjög vel gert þér. Já, ánægði með Mössubói. Ákvað að nýta mér Air Supply, Making Love Out of Nothing at All og text eftir Lóa Bergman. Fólk sem var að stilla á FM, akkurat þarna. Hvað að gerast með textan hjá Lóa? Já, þetta voða skrítin text þetta. Logi gaf náttúrulega okkur að challenge. Þetta var ógæslega texti. Ég elska þig og... Næ, ok, þá var það... Þá var ég síðan. Síðastur. Settu, já, veistu skilabóð, 0.32. Já, það hérna 0.33. Þannig að fyrir aðeins undan. Þetta lagið Nothing Else Matters með Metallica, söngur Egill Einarsson, textahöfundur Logi Bergman. Til. Take it away, Blondale. Ná, hækka hans. Ég veit, headphone-una mínum er svona, það er flott. Þetta verður ekki gert bara strákar þessi liður, ég veit ekki með hann. Er þetta ekki svolítið skemmtilegu lið? My performance. Þetta text eftir, ok, heyrðu, ímyndaðu að fáum Valtý Björn til að semja næsta texta. Þetta svo gaman að sjá hvað menn hendi í okkur. Fyrstur upp í 3 atkvæði, við opnum hérna fyrir síman. Ég trú ekki einhver fá atkvæði en tekum á sig FM. Halló. Halló. Piece of me hlýtur. Sleðan upp. Já, hann uppi. FM, halló. Já, Steindi. Það Steindi. Steindi komið breytt, takk fyrir það. Og fáum hér næsta FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Þetta var nú meiri hörmungin. Já, er þetta ekki bara einhver liði sem við erum að hætta með strax? Nei, alls ekki. En af öllu slæmi þá var það Egill sem held þetta. Yes, thank you. En Blöð, thank you very much. Ímyndaði Blöð, hvað við fáum skemmtilega texta í framtíðinni. Já, reyndar, ég hrifin að heyra textana. Valtý Björn á næsta, þakka að kærlega fyrir aðkvæðið. Spennt fyrir næsta texta, takk fyrir. Við erum jafnir, Steindi. Já, við erum jafnir, það er 511-0957 Piece of me og Nothing Else Matters. Hver fær þitt atkvæði? Herru, þetta var alveg skemmtilegt, en þið verður að halda þess áfram að ég held að næstu textar gæti orðið mjög góðir, sko. Já. Sérstaklega Valtý Björn á næsta texta. Já, það verður eitthvað killingstengt. Já, en ég held að ég verða að gefa honum aglið þetta í þetta skipti. Yes! Þetta er náttúrulega bara snill hjá honum hvernig hann náða að hafa þetta rockað lag. Egill er að taka þetta á rockinu. Þakkaði kærlega fyrir. Hann er að taka þetta á rockinu. Þakkaði kærlega fyrir 2 punktar komnar um Blöð ekki með punkt. Við ættum að hafa þetta upp í 5. Nei, þetta er bara upp í 3, við erum úr klukkan 6 FM. Halló. Hér á FM. Halló. Hæ. Á FM. Hver fær þitt atkvæði? Það er Steindi. Steindi, 2-2. Var Air Supply bara svona mikill viðbjóður? En byrju, hún er orðin 6. Hvað verður ekki augljósa staðreyndir? Það verður bara í næsta þætti, kallið minn. Þátturinn er búinn. Við verðum þá allavega að hafa eitt úrslita lag, eða ekki? FM. Halló. Þetta er mjög spennandi keppni, Steindi, ekki eðalega þetta. Það er Rauti. Það er Rauti. Blöð fyrir atkvæði. Komin á blað. Hann er komin á blað. Það er Blöð fyrir punkt næst, þá er allt dead tight. FM. Það er Rauti. Nei. Hvað er að gera sér? Ok, Sigurverðin, hann verður að taka lagið aftur. Nei, aldrei. Þetta er ekki verið svona spennandi. Aldrei verið svona spennandi. FM, hver vinnur keppnina? Góðan daginn. Blessaða meistari. Hver er Sigurverði hér í dag? Ég er að mikill meistar á línni. Ég held óska þess að Gils myndi vera Sigurverði. Og hvað er þá svarið? Hver var? Takkaði fyrir meistari. Já, þú er meistari. Blöð, við erum að deila Við deilum öðru sætinu. Við deilum öðru sætinu. Þetta var 3-2. Það er ekki að þetta út mestir meistari sem ég þekki held ég. Ég hérna veit ekki. Í næstu viku, Valtý Björn, verðum við ekki að plata hann í texta? Ég ætla að setja inn spurningu á eftir, bæði á Facebookið og Twitterinn hjá mér. Hvort að þessi liður er auðvitað er hann áfram. Valtý Björn er nætt að texta. Já, það er hins vegar komið að lokum hér í FM 1-0 fyrir mig, ég er ekki með leiðilegur ég vann. Þökkum kella fyrir hlustun í dag. Ég minni á Keflavíkur nætur í kvöld, Steindi Junior og Bent og Rottvalið, Frikki Dór. Frikki Dór. Ég var að fatta eitt blöð, þú varst á beni og varst að tana út kaffibrún. Ég þarf að henda mér á eftir í Nix, rjómar ofan og fara og tana mig upp í sem klefa hann. Ég ætla ekki að vera svo albinó hlýna þér. Á Players á morgun, sko. Það kemur ekki til grein. Á morgun á Players þá er það DJ Muscleboy ball og við Svessi verðum honum þar til hals og traust. Fólk á að drulla sér til keð. Endilega tjekkja, já, þetta verður snild hvet alla til að fara þangað og já, svo má ekki gleyma því, sko, og þetta er eitthvað sem þú þekkir líka, Egill, ef að fólk, ef að einhver hérna þarf að láta slá
fyrir sig. Þá er það Slá garðinn. Já, slá garðinn eða bóna bílinn. Þá er það King Nökkvi sem á ringi. Nökkvi Mikaelsson. Já, og King Nökkvi eins og við köllum hann. Og hann er í síma 691-5110. Eða þú ætti að slá hjá þér eða bóna bílinn. Það er garðsláttur. Já, það er hins vegar komið að lokum. Strákar, ég ætla að þakka ykkur fyrir þáttinn. Djöfull gaman að mæta þér aftur. Já, það var æðislegt. Það er eitt í viðbútt, það er smá plugg í lokin. Svo er það sjálfsögðu Pétur Jón Sigfússon. Hann er í Stykkishólmi í kvöld með sjó. Pítur Jóhann á Hótel Stykkishólmi. Húsið opnar 8 og sýningin byrjar 9. Þannig að ef þið eru á Stykkishólmi, ekki voga ykkur að sleppa Pétur Jóhanni. Við erum gaman að syngja næstu viku textan á Valdibirni. Ég ætla að láta hlustendur bara velja þetta inn á FM95 Blöð Facebookinu. Þetta var svo tæft, 2-2-2, ég fekk the winner. Við verðum að taka þetta. Með þetta afturstrakka, svona grínlöst. Getum við verið með hennar lið aftur? Er það hægt? Það var æðislegt. Sigga gamlar með ykkur í dag. Komnir úr sumafrí, heyrumst þetta viku.